Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að penningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrir umsjónamaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Gestur þáttarins Páll Pálsson, fasteignasali til 15 ára sem hefur selt að minnsta kosti 1000 fasteignir yfir starfsferilinn. Velkomin Páll. Takk fyrir það, Gunnar. Takk kærlega fyrir komuna. Við vorum að reikna einmitt hérna út að þessar 1000 fasteignir, þetta eru svona 100 til 120 eignir á ári. Það er mjög mikið. Já, það er líka, það er vinna alla dagar vikunar, laugardag, sunnudag, langt fram á kvöld. Já, það eru lítil mörk þarna þegar fólk þegar þessi stærstu viðskipti í lífi flestra undir. Fólk bara hringir öllum stundum. Já, þú veist, ég fæ svona 5 til 10 síntöl eftir kl. 6 á kvöldi. Já. En ég svaraði mikið. Þú veist, oftast auðvitað það þannig eða eitthvað mál sem í gangi, eitthvað tengt, liggur mikið undir. Já. En kannski símtöl þar sem einhver spyr út í eign kl. 10:30, þú veist, bara hvað hann stór og hvað húsjórinn og svo framvegis, það bara geimi ég það símtal til daginn eftir. En það algjör vinnuregla, ég hringi alltaf tilbaka, alltaf, bara við fyrsta tækifæri. Og það þá eins og þú segir, bara ef það er fólk sem að landa samningi og það er eitthvað stort sem kemur upp á og það verður að díla við það. Þá náttúrulega sittum maður ekkert og það bara, bara það mikið undir að það bara þarf að gefa því athygli. Algjörlega. En það er rétt að taka fram að þú hefur þann heiður að vera fyrsti maðurinn til að koma tvisvar í leitina að penningunum. Já, ekki smá heiður. Já, þetta er gaman og það reyndar að taka það fram að það var forveri minn í þessum stól sem tók viðtali, Júlí Heiðar, en við ákvaðum að flauta því inn á aftur til að fara aðeins meira og betur yfir þessi húsnæðismál og fasteignamarkaðsmál og svona inngangurinn að þessu bara hvað eiginlega að gerast á húsnæðismarkaði. Þú kemur þú ert það er eiginlega, það er svona, næstum því slétt ár síðan þú kemur. Þá erum við að koma, og fólk getur hlustað á hennan þátt. Þetta er fyrsti þátturinn sem á þáttaskrá hjá leitina að penningunum. Og þá erum við að koma og maður að rifja þetta upp og horfa tilbaka. Þá erum við svona COVID-ástandið, það var seinni bylgjan eins og hún var kölluð þá. Það bara, nei. Þetta var ekkert, það voru ekkert bara 2, það var nóg að þeim. Þá janúar, febrúar og mars talaður að hafi verið rosalega þungir mánuður í sölu, það bara gerist ekki neitt. Svo fór þetta bara á flug og hefur eiginlega verið á flugi síðan og það er fyrst núna sem við erum að sjá einhverja tölur frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun það sem að hægir á hækkunin eins og orða það, hún er samt 0,7% á milli mánaða sem er ekki lítið. Nei, það er bara mjög mikil hækkun. Það er bara, þú getur rétt ímyndað, ég meina 50 milljónir króna eign var þá að hækka 400 skall einu mánuði. Milli mánuði. Og ef við tökum það yfir árið, þá voru það 5 milljónir. Já, nákvæmlega. Og það er búið að vera rúmlega 10% hækkun frá áramótum og það er búið að vera 16%. Og við erum í september, byrjun september. Og við erum í september. Og raunveru þetta frá tölur frá frá janúar til júlí. Já, það er þannig. Já. Okay. Og svo það til dæmis bara fjölbýli búin að hækka tæp 16% á síðustu 12 mánuðum, sérbílum 25%. Það er svakalega hækkan. Já. Og þannig að 100 milljónir króna eign kostar 125 þá í dag, ef maður leikur sér að tölu. Þannig að þetta er sérstakt. Það er sérstök staðan á markaðinu. Já. Og hvernig er eitthvað hægt að tala um það, hvernig við lendum á þessum stað, hvernig við komumst í þessum stað? Já, menn eru ekki alveg sammála það, en ég vil meina það að það eru svona 3 svona aðalþættir. Fyrsta lagi það laun hafa hækkað töluvert. Það búið að vera 7,8% launahækkun síðustu 12 mánuðum. Það vextir eru lágir þó þau hefa aðeins verið að hækka og munu líklega halda áfram að hækka að þá eru þau samt í sögulegu lágmarki. Þeir eru stýrivextir í 1,5% í dag, er það ekki? Einmitt, það var ekki 1,25 held ég. Og það teknir þangað, þetta á maður að vita. En það hafa sögulega séð eiginlega aldrei verið lægri. Aldrei verið lægri og en svona þetta er svona 90% ástæðinni. Nei, 10% ástæðinni. 90% ástæðinni bara lóðarskortur. Og svona sem dæmi, ef við ber bara saman, þú veist, nú erum við að tala núna í september, það 600 eignir auglýstar á netinu í dag. Þar af svona 80-90 nýbyggingar. Til þess að markaðurinn haldi eðlilegu ástandi, þá þarf að vera svona 2500 eignir. 600-900 nýbyggingar íbúðir. Sama tíma fyrir að vorum 1750 eignir inn á markaðan.
við erum að tala sko 25-30 manns að skoða fasteignaveðin. Þú kemur inn á þetta í grein sem skrifur á veginn. Akkurat, þannig að þið sjáu bara sko eftirspurnin virðist halda sér, frambúði minkar og þeir verktaka sem ég þekki að þeir segja, þetta sé ekki þeim að kenna, þeir geta fjármagnaverkefni sín, þeir geta byggt, þeir vísa allir á sveitafélögin, þó sveitafélögin eins og Reykjavíkurborg hefur verið að benda á að þeir kenna raun og veru lágu vaxtaumhverju og peningar raun og veru að fara í fasteignamarkaðinn, þá væri samt þessi ekki hækkun ef að kaupendur fasteigna hefðu val fleiri en 1, 2, 5, 10 eignir. Ef það væri nógu mikið af 3 herbergjaíbúðum, 4 herbergjaíbúðum á markaðnum, þá væri við ekki að fá frá 1 og upp í 100 manns og opin hús. Já, akkurat. Því að bara með opið hús bara síðast í gær, það sem komið að tæpa 100 manns. Það er ótrúlegt. Það er endur undantekning fyrir einhver reglan, en það er mögnuð staðreynd. Og þetta er alveg tölu sem fólk hefur heyrt áður. Já. Þetta er ekki orðið undantekning fyrir einhver reglan. Þannig að og það eru sko þessi fyrstu 7 mánuðir, þetta eru samt tæp 6.000-5.900 eignir sem hafa selst. Á móti fyrra sama tíma voru þetta 4.000 og 3.000 eignir. Já. Þannig að salan og í fyrra var mesta sölu árið í sögunni. Þannig að það bendir allt til þess þó að þessi íbúðaskortur að salan verði meira á þessu ári heldur en væri fyrra. Hún er töluvert meira nú þegar. Og þetta er snúin staða og einmitt það eru ýmis sjónarmið af hverju þetta stafar og maður hugsa til rimmu hérna tveggja góðra hagfræðinga sem hann er núna í þingframboði, Kristrún Frostadóttir og Ásgeir Jónsson, þau tóku staðins á ástæður þessara stöðu og voru ekki sammála það eins og fólk sem tekst á er sjaldnast, en afleiðingarnar af þessu hafa verið og maður heyrir þetta bara fólkin í kringum sig að sko, þetta er orðin rosalega mikil seljanda markaður eins og við kalla það. Seljandin er algjörlega með pálmann í höndunum og kaupandinn þarf svona næstum því að gefa frumburðin sinn og hundin til þess að eiga séns á að tilboðið sé skoða og selja nýrað og allt þetta. Já, einmitt, þetta er rosalegt og það sem þetta gerir líka er að kaupendur maður heyrir það að þeir gera hvorki fyrirvara sko sölu á annarri eign eða fyrirvara fjármögnun. Þetta er rosalega og ennþá síður ástand sko. Hvernig blasir þetta við manni sem er í dagstælega? Þetta er sko það sem skiptir náttúrulega öllu máli í þessu er öryggi að hafa öryggi í viðskiptunum og ef menn ger ekki fyrirvara til dæmis fjármögnun, ef við byrjum bara þeim þætti, þá er mögulega kaupandinn búinn að fara í greiðslumat og er komin með eitthvað vilir frá bankanum, þú getur keypt fyrir X eða í fjárhæð. Er það nýlega tilkomið að þú getur farið í greiðslumat áður? Nei, sko þú getur farið inn á netið og tekið svona forgreiðslumat sem segir til hvað þú getur keypt. En ég held að flestir fasteignasalar, alveg saman hvort þess að taka 10% lán eða 85% lán, þá eru við flestir með sjálfkrafa þennan fyrirvara inn í tilboðun. Já. Sölu fyrirvarar nú er bara seljendamarkaður, menn sko langflestar eignir að seljast mjög hratt. Meðal sölutímin á fjölbil í dag eru 35 dagar og nota bene frá því að eignir auglýst og þangað til því þinglýst, ekki þangað til að hún er sko sett inn á samtíð kauptilboð, þá og fólk getur að fara í fjármögnun og svo framvegis. Þannig að meðal sölutímin er kannski styttri, þú veist, aðeins lengri í sérbílum en hvernig er þetta í eðlu árferði þessi sölutími? Hvað var þetta í? Sko, fyrir ári síðan voru þetta 55 dagar þegar voru 1750 eignir inn á markaði, en þá líka reyndar voru þinglýsingarnar að tóka þess lengri tíma, en nú til dæmis taka þinglýsingarnar mjög fljótan tíma. Þetta eru rafrænda hluta einmitt? Já, ekki þinglýsingarnar en sko til dæmis undirritanir á tilboð og svo framvegis, það eru náttúrulega rafrænar í flestum tilfellum, þó við fáum alveg fólk af gamla skólanum sem vil bara koma að hitta fasteignasalann og ræða við hann og gera tilboð, að það er náttúrulega alltaf við boði, en flestir kjósa í dag bara skrifundir rafrænt. Þannig að með þeim kostum og göllin sem því fylgja. Þannig að það er bara þannig sko. Þetta er mjög sérstök staða. Já, og er eitthvað sem sko kaupendur geta
geta gert þú veist hvað við þú veist, þegar þú gerir með hvorki þessa fyrirvara þá getur verið í rosalega erfiðri stöðu en þú nærið ekki að selja húsnæðið þitt. Nei, þá ertu bara þú ert raun og veru skuldbundin til þess að kaupa eignina eða þú ert ekki með henni fyrirvara. Já. Og til dæmis sko, sá sem svona myndi ég segja að veri svona sölu fyrirvari og fjármögnun fyrirvari eðlilegur vegna þess að þú þarft alltaf að leysa peningana úr eigninni þinni. Sumi segja bara, heyrðu, ég ætla bara að gera tilboð og svo bara greiði eins og greiðslu berast úr sölu eigninu minni eigi síðan þetta. Já. En ég ætla ekki að gera með sölu fyrirvara. Nei, en það í rauninni sölu fyrirvari. Þetta sölu fyrirvari í dulagerfi. Vegna þess að svo ertu með fjármögnun fyrirvara, bankin ekki að fara að lána þér nema þú sért búin að selja. Nei. Þannig að ég segi bara, tölum bara íslensku, tölum bara eins og hlutinir eru, ég þarf að losa peninginu þessari, ekki nema, og þú átt orðið það mikið eigi fyrir eigninni að bankin sé til að bakka þau upp og segja, ég skal lána þér 10 milljónir yfirdrætti, þannig að það útborgunin þín, ég skal lána þér 40-50 milljónir fasteignalán og þú ert bara með það góð tekið við treystum til þess að reka báðar eigninnar og þú, sem sagt, við gefum þér síðan bara 4-6 mánuði til að selja eignina þína. En þetta líka undantekningin, en þarna ertu líka að taka sölu áttu síns. Þú veist, eins og gerðist þetta 2007, þar sem fólk hraðin var gríðarlega mikil sala, fasteignum við rauk upp 30% og hraðin alveg gríðarlega mikil, fólk lendir í þessu, svo allt í hennu skrúðast fyrir markaði. Veist, lánin ekki veitt, fólk sattu með 2 eignir, veist, við höfum öll heyrt að svoleið sögu. Þannig að þó sé engin ummerkið það eins og sem stendur að slíkt sé í gangi. Nei. Að en þá alltaf sölu á þetta, hún alltaf til staðar þó að allt sé að seljast mér rætt, en svo verður mér líka að meta að ef þú gerir tilboð með fyrirvara sölueigninu þinni að þá kannski má seljandinn sem að taka við slíku tilboði, hvernig eignarstu með, hver eru væntingar þínar verð, en þó að markaðin síðan svo hann er búin að hækka, þá alveg hægt að verðleggja svo út markaðin með því að setja bara hátt verð á. Já, það alveg til eignir sem fara inn á netið þar sem seljandi segir bara, ég vil bara fá þetta verð, markaðin bregst ekki við því. Nei. Það alveg til í dæminu. Og þá verður að hafa í huga að sko 50% af eignum sem seljast í dag að seljast á undir auglýstu verði. 30% að seljast yfir ásettu verði, 1/3 og 16% eitthvað sem að selja á auglýstu verði. Þannig að sko þó að margar eignir að seljast yfir auglýstu verði, þá það ekki allar. Nei. Helmingunum að seljast undir auglýstu verði. Þannig að sko þó að hlutfalli 32% eitthvað að seljast yfir auglýstu verði mjög hátt, að þá það ekki 90% eins og margir halda. Nei, ég mynd. Skilur við? Akkurat. Og svo að endanum sko, þegar þú verðleggur eignina við ákveðnum hætti og hún fer yfir auglýstu verði, þá hún bara markan að segja bara, heyrðu, þú verðlaðan bara ódýrt. Skilur við? En svo annar fyrirvari sem að maður heyrar sé bara slegið á samstundis og það fyrirvari ástandsskona. Sem pínu sorglegt. Vegna þess að ég hef nú tala fyrir því við mína seljendur og svo sem með ástandskonu fyrirvara. Já. Hann veru, að hugsa hans út í það, hann veru með sterkari fyrirvara heldur en ekki. Hvernig það? Vegna þess að ef að ég gerir tilboð eignina þína, ég með ástandskonu fyrirvara, ég sendi fagmann inn til að skoða, þá kom einhver athugasemdir og ég held áfram með kaupin. Já. Þá ert þú raunveru sem seljandi búin að setja, eða ég sem kaupandi fyrir ekki það, ég raunveru búin að taka svolítið yfir ábyrðina gagnvart þeim upplýsingum sem liggja fyrir. Með því að láta fagmann fara og skoða íbúðina. Akkurat. Þannig að þú ert sjálfur sér seljandinn vegna þess að upplýsingaskylda þín sem seljandi gríðarlega mikil. En skoðunarskylda kaupandi sem mjög þung. Og ef að það verður ágreiningur og segjum svo að verður svo dramatist að fara allan til dómstóla, þá hafa dómstóla sagt, býtu, varst ekki með fagmann inni? Skoða þetta ekki? Jú, reyndar. Já, þú hefði bara að sjá þetta. Einmitt. Skilur við? Þess vegna hefur líka komið þessu umræðu sko að skyldarinn veru akkurat seljendur til að gera ástandsskoðun sem liggur bara fyrir við sölu. Og þetta, sko, maður hugsar, það skylda að hafa, þú veist, að skoða bíla sem kosta, þú veist, sjaldnast jafn mikið á íbúður, þá er það alveg hægt að fá svoleiðis bíla.
en þá maður skilur ekki af hverju það ekki bara samræmt krafa það einmitt, að það eigi að skoða allar fasteignir til þess að bara létta á öllu þessu byggsi. Já, akkurat, sko þeir vilja ekki sko sitja búðabönn í sambandi við þetta, leiða fólki að velja með það. Ein af leiðunum til kannski að, ég ætla ekki að orðið þvinga þessu leiðalegt, en eina svona leiðin til þess að tryggera það að fólk svona búið til hvata til þess að gera þetta nú að lækka gallaþröskuldin. Og menn að tala það að gallaþröskuldin fari kannski úr 10% sem í dag nýri bara 500 sem þýðir það að galli þarf að vera 10% af kaupverði eignar til þess að teljast vera galli en svo til annars þar í lögunum sem segir sko nema að seljandi að leina þér einhverju eða veita af einhverju sem að leina þér eða mátti vita og að leina þér þannig að en þá þarf þú sem kaupandi að geta sannaða að þú hefðir mátt vita það að hringi nágrann, var bara þessu umræða búin í þessi stað eða, jú, við erum búin að tala um þetta í mörg ár hann sagði mér ekki frá þessu þá bara seljendin, þú áttar að segja frá þessu bara sorry. Og þarna komum við að sko að því konseptinu sko galli og það er til og ég held að sé kannski miskilningur hugtakið lengdur galli. Já, einmitt. Hvað er lengdur galli? Lengdur galli sko ef ég tek dæmi að þú átt íbúð þú kaupir hana 2017 selur hana 2020 og nýr kaupandi kemur og rýfur upp parkettið sem þú lagðir ekki, sem var bara íbúðinni undir línulíðudúkur sem uppáhaldsmatur miklunar í raun og veru og þar búið að myndast mikla þetta vissir þú ekki. Nei. Það leyndugall. Ég hef aldrei farið undir parkettið og aldrei gert neitt og það engin rakabólga eða neitt svoleiðis. Akkurat. Þannig ég mátti aldrei vita þetta. Bara, þú veist, flest náttúrulega viljum við engin vandamál eftir á. Það eru flestir sem segja bara ok, ég vil bara halda við viðborðið en það ekkert sem við getum gert ef það kemur eitthvað upp og sem þú veist ekki að. Nei. Við erum mannleg, flest, þú veist, og þú bara segja ok, þá eru bara viðurkenna. Segja bara sorry, ég bara hafa ekki hugmynd þetta og við erum bara að lesa þetta. Líka það að ef að þú til dæmis hefði skoðið íbúðina vitandi að það væri miklaðan uppi eða undir fyrir geðu þá ekkert víst að þú hefði gert tilboð eða B hefur gert tilboð að það eru búið svo látt niður þannig að menn verða að hugsa líka eftir á ok, ég ætla bara að koma og ég ætla bara að semja við hennar finnum út hver kostnaðin að laga þetta finnum hvaðan það kemur og reynum þá að splitta kostnaðin með einhverjum hætti sem bara mjög sængjörn laust og flestir sína því skilning ekki allir. Sumir segja bara það er bara mér alveg sama og hlaupundur ábyrgð og þar verða ágreiningsmálin til það ekki samningsvilji þannig að en falingalli hins vegar, þetta leyndugall af falingalli það það að þú vissir að þessum miklu þú dregur fataskápin yfir blettin á gólfinu sem þú vissir mjög vel akkurat, eins og mjög fræg eða þekkt að fór fyrir dóm það sem var svona golfhalli og viðkomandi seljandi hann tók einhverjum risa möblu og sett hann fyrir það sem að golfhellin sást ekki skilur við svo flyttu fólkið inn og þú setti gólkúlu og hún bara rúlaði þessu veit í hvað og það var allt brjálað, það fór fyrir dóm og þannig að það actual faling galli skilur við en svo einmitt dæmi svona leyndagalla sem við vorum að tala áður en við skoðum frá hljónumunum og það eru og þeir geta þó svo þessi örugglega mjög óþægilega fyrir fólki sem lendir í þessu þá virðast þetta stundum vera mjög fyndnir og eða svona mjög skondnar aðstæður eins og til dæmis þegar einhver spyr hvort þessi hljóðbært á milli íbúða einmitt það er mjög skemmtilegt eins og skemmtilegt, aldrei þetta sagði þetta skemmtilegt en það hringdi einu svona aðal í mér ég var hvorki að selja nýja kaupa þegar þú veist, var ekki aðstofan í þessu en hann kannast við mig og ég kannast við hann og hann hringir í mig einhverjum 2-3 mánuðum eftir hann kaupir og alveg bara, þú veist, uppgefið og ég segi bara hvað er þetta hann sagði ég búin að kaupa síp og fekk hann af þetta og ég hef ekki sofið síðan í flutti og ég sagði bara ekki nema lúr hér og lúr þar og inn í stofu og svo framvegis vegna þess að hinum við vegginn í svefnherberginu er lagnagrind hússins og það er eitthvað hljóði það tikkar og ég bara þú veist og var seljendur ekki að segja frá því nei, það er þess að eldri kona sem bjóð hana var búin að missa heyrn hún heyrði aldrei neitt og hvað ger ég þú veist ég sagði það, þetta er ekki 10% reglan og hún náttúrulega, þetta er einmitt falingalli hún vissi ekki af þessu nei, hún bara segi bara var rosalega leið og bara vissi ekki hvað það gera
og eina leiðin, og ég reyndar hitt hann fyrir tilviljun fyrir bara nokkrum dögum síðan, ég segi hvernig fór þetta, af því að ég eina sem ég get sagt við hann, finndu bara út hvert vandamálið hvað kostar að laga það, heyrðu svo bara seljandarum, hittist þið niður og reynið að finna einhverju lausn, og ekki vera gráður á hann, finndu bara raunkostnað á þetta og aðtökur þið getið skiptu sig það með einhverjum hætti. Svo hitti ég manni fyrir tilviljun og spurði hann bara hvernig það farið, og þá þurfti hann bara búið til nýjan vegg og hljóðeinangra, en það dugði. Það dugði. En þetta svona dæmi falingallin ekki leyndagalla. Þess að þú veist, ég allavega gengur út frá því að fólk segja manni bara satt og hún bara vissi ekki af þessu út af því að hún bara, þú veist, farin að missa heyrn. Þannig að þetta svona mjög svona þetta er eins og sjónvarpsþáttur þetta er mjög óþægilegt fyrir fólk sem að lendir í þessu. Já, ég var búin að sjá fyrir bara alveg búin að missa skapa, svefnleysi og allt á liðinu sko. En svo einmitt sko, svo kemur að þessi munur falin og leindurgalli, til dæmis ef þú og eins og þú talar sko ábyrðin er á seljanda þangað til hann afhendir húsið, þá færist ábyrðin á kaupanda. Akkurat. Þannig að ef eitthvað gerist bara á degi 2 eftir afhendingu þá er það ekki seljandum að kenna. Nei. En svo geta komið einmitt svona tilvik þar sem bara í fyrstu rigningu eftir afhendingu þá bara byrja það ekki að leka og seljandi segir bara, ég veit þetta er bara aldrei gerst áður og kaupandinn hugsar, þetta er ótrúleg tilvíkun. Hver er þá staðan hjá fólki í þessum aðstæðum? Sko, ég segi nú oft svona í grínu fyrir alveg, það er svo satt. Sko, ábyrðin færist yfir afhendingu sem þýðir að það er aldrei eins mikilvægt að skoða eignina vel eins og við afhendingu. Ekki við söluskoðun í raun og veru. En það getur alveg ýmislegt breyst. Þú gerir tilboð, búin að skoða eignina og það sem gerist fyrir afhendingu er bara ábyrð seljanda. Það sem gerist eftir afhendingu er ábyrð kaupanda. Ég man eftir einu svona máli, ég var að selja íbúð í blokk í Kópavogi. Kaupandinn flytur inn, fyrsti rigningardagurinn einhverju 5-6 stöðum seinna og það bara stofan var bara öll í einhverjum bólgum. Hann ætlar að fara bara sjokk og ég hringir í mig og bara hvað er að gera og hann vissi af þessu og seljandi þarf að borga þetta og bla 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 bla. Og ég hugsaði með mér, ég hringi bara beint í seljandan, ég sagði þekki þetta bara, þeir bara, nei, þetta er bara aldrei neitt í þessu. Þetta er bara nýtt vandamál og ég hugsaði með mér, ok, ég ætla að heyri formanni húsfélagsins hvort að það hafi eitthvað svona formanni staðfesti það, að bara þetta er algjörlega nýtt vandamál. Sem betur fyrir því tilfelli að þá er þetta húsfélagsmál, þetta lendi á hvorki kaupandinn í seljanda en húsfélagið þurfti að fara að bæta úr þessu. Þannig að tjónið fyrir kaupanda eða óbeint tjón, húsfélagið var sterkt og vel reikið átti pening og svo framvegis, þannig að græja þetta. En hefði það ekki verið, þá bara því miður er þetta kaupanda. Það er bara ótrúlega óhæfni. Já, þetta er ótrúlega óhæfni, ekki nema kaupandi geti sannaða með einhverjum hætti að seljandi hefði vitað þessu. Þú veist, og ég fekk bara svona mál til mín í vikunni, það sem kemur aðili og flytur inn og þar kemur fram í einhverju gamalli fundagerð húsfélagsins. Það sem átti að fara að skoða einhverja framkvæmdir í bílakjallara upp á marga milljónir. Komu hvergi frem með gögnum og það máli búið að vera í dvala í mörg ár, svo allt í einu var bara húsfundur viku eftir hann flytur inn og það bara heyrðu þeir ekki að fara í kjallarann og það var tilboð frá 2015 upp á einhverja 40-50 milljónir. Já. Skilurðu? Og þá var bara, býttu seljandinn átt að segja mig þetta. Já. Einmitt. Þú veist, þannig að þess vegna segi ég líka og ég hvet alla kollega mína að hafa afrit af fundagerðum húsfélaga, allavega nýjustu. Já. Inn í sem hluti af kynningugögnum. Þannig að sko, vegna það er ekki alltaf sem er búið að ákveða eitthvað en það er búið að ræða ýmislegt. Það er búið að ræða, þú veist, að mála bílastæðin eða þú veist, sem að ægin ennum ekki þessa ár eða sitja einhver ramastöðra sem er dýrt og eru geimið 1 ár. Þannig að fólki þykir rosa gott að allir kaupendum, bara ég og þú sem erum að kaupa fasteign, við viljum fá að vita, þú veist, hvað umræður er búin að vera í gangi. Þó þessi ekki búin samþykja. Og svo fær maður líka svo tilfinninguna að það er með þetta eins og svo, bara svo margt annað í þessu lífi. Ef það er eitthvað sem að jafnvel er bara, þú veist, smávægilegt sem að er að og þú veist af því er ekki betra að þú bara segja það fyrir eitthvað að búa til einhver svona, þú veist, vantrú eða vantraust eftir á ef þú ert seljandi. Alltaf hafa allt upp á yfirborðinu, bara segja bara allt það sem þú veist þetta getur ekki sagt eða er eitthvað sem þú veist ekki. Nei, það er ekki hægt. Bara allt sem þú veist og en sem betur fyrr eru bara nærri allir þar. Já.
þeir vilja bara halda upp á yfirborðinu. Svo er það líka það að sko, ef þú ert að kaupa eign, nota eign, þá máttu búast við því að það sé eitthvað, það er einhver hurðahóttlaus og þú veist, það er sem litlu atriði, ekki gera mál út við. Ringi fólki út af svo leiðis, lausum hurðahónum og hérna. Já, sko, eftirminnilegasta athugasemdin sem kom við, það hringdi yndislegur gaur og bara frábær, ég seldi fyrir hann að keypta mér, þú veist, frábær náingi og hann hringdi alveg ónýttur í mig og bara, þú veist, hann var búin að fara að skipta um innýtingu og búin að fyrir við í hvað og hvað og hérna hann sagði bara, ég er bara með hérna bara mál sem ég þarf að ræða við þig og seljanda og ég bara, ok, ég var búin að undirbúið að það væri eitthvað sko það vantar batteri í reykskinu það sem er búin að elda hérna, hann hefur ekki heyrst neitt í honum hann ætti að vera búin að kveikja sér átíkjur lægi og ég sagði að sjálfsögð átíkjur lægi skilur þú veist farðu bara og kaupa batteri í reykskinu skilur þú veist og ég hef líka lent í því að sko hérna til dæmis ein algengustu ágreiningsefni í fasteigninni getur með flutningsþrif vegna að segja sko hérna þú kaupir íbúðuna mína ég er kannski bara með ákveðin standard og ég er bara búin að liggja sveittur innan gæsalappa í 4 tíma að þrífa svo flytið þú inn og þú bara herðu skáparnir og bakgráfnin og bara allt hræðilegt og ég segi nú bara alltaf við fólk sem er afhenda bara jólahringinding sinni 2 gangtu bara rosalega langt í því að afhenda vel bara eins langt og það mögulega kennst jafnvel bara splæsa í fagmenn fyrir bara farðu fram úr 30 skall sem að kostar bara algjörlega að gera það algjörlega, en það sem gerist þarna er að hérna viðkomandi manneskja, það er bara allt í dræsli og óhreint og yfir hvað og ég bara ok, ekki gera neitt vegna þess að þeir eru út með athugasemdir þá máttur einhver ekki fara og bæta úr nema þessi neðatilfelli og koma svo bara með reikningin í lokin afsal og segja, heyrðu, ég vil bara að þú borgir þetta þú verður alltaf að lifa seljandur að laga og bæta úr tækifæri akkurat þú getur ekki bara, þú veist, fara á stað og þú veist en hérna í þessu tilfelli var bara óhreint og ég hringi seljandan, ég sagði, heyrðu, þú verður bara hún er ekki náðum með þrif og hérna, hún sagði, já, það verður þá bara að koma herðu, þessi strákur, hann keyrir heim til sín, gamla heimili sitt með vopnar einhverjum brúsum og töskum og eitthvað, og hún bara, herðu, það hér og þar og herðu, svo var komið afsal og ég sagði, hann gott að þetta leist með þrifum svona, þannig að, þú veist, þú kennir íbúðinu svona, ég hendu öll út ég hendu út einnig til gólvefnum, skiptum hörðu ég bara, ok, ekki vera þessi típa það var bara prinsipið á þrifin já, bara við hlaði það hreint skilur, ég bara, ok, þú veist maður saði náttúrulega ekki neitt, sko einu sem ég hugsaði bara, ok, þú veist ekki vera þessi típa en flestir við satt bara, ekki til að stressa svo mikið á þessu, við erum að fara að gera breytingar og það verður allt í drasli og svo framvegis Þú sagðir hérna í tengslu við þess að íbúð með legan í Kópavogi, þessi 3 orð sem ég held að eigi aldrei að vera sama það eru vel rekin húsfélag nú tala ég bara af minni mjög takmörkuður eins og því ég hef tekið að mig gjaldkerastörf í 2 húsfélagum og í bæði skiptin þá kemur maður að einhverjum brunaroftum það sem er húsfélag sem er bara er að reka sig sko svona einhverjum aurum réttum megin við nullið það dugar rétt svo til að borga hérna hita og rafmagn og svo koma brefin bara, heyrðu, við erum að fara að skrúa fyrir hita og rafmagn og borga ekki núna þannig að ég er mjög erfiður gjaldkeri húsfélag þannig ég er búin að hækka húsfélagsgjaldir um 100% tvisvar þannig að þetta er orðið bara komið í mjög góðan rekstur en af hverju heldur að þessi tendens sé að bara láta húsfélagin malla á nulli og svo þegar eitthvað kemur upp á að þá bara þurfa allir í paniki að skrambla saman einhverjum 100.000 með milljón ég veit það bara kemur sko, það leikir það ekki í banku upp að hjá einhverjum og segir, heyrðu, nú vantar mér 300.000 fæstir eiga bara 300.000 á lag flesti lifa bara frá mánuð til mánuð því miður og hérna sko þetta er bara ekki ósvipað bara húsfélaginu í okkur, það sem ég bý og hérna konu mín tók hérna við og það bara fyrsta sem hún gerði, það bara hækka húsfélaginu til að mæta bæði óvindum útgjöldum og framtíðarútgjöldum og ég var nú bara eins og var með opið hús eigning gær þar sem að þau sem sagt alltaf fara að laga tröppinar úti og einhverja svala viðgerðir bara minni á þetta mál þar eru þau bara með eyrnamert 12.600 og eitthvað í 2 ár og eftir 2 ár alltaf að fara að laga þetta og hérna þvílík fagmennska já, bara þvílík fagmennska akkurat, ég var með annað opið hús
það sem að sko, ég horfði á húsið og maður sá bara, heyrðu, það er ekkert sem það er að gera hérna, þetta lítur ekki smável út. Það kom samt fyrir húsfélagsyfirlýsingunni, við erum að safna fyrir hérna sprungu, sem sagt, þú veist, bara litlum sprunguviðgjum sem það er að gera og málun árið 2023 og við erum komin upp í 1.900.000 núna, skilur við, alveg bara rosalega faglegt. Þannig að sko menn vita og gera kannski áætlun til einhvers tíma, menn vita það á 2 til 4, 5 ára fresti þarf eitthvað viðhald og ég held að mér minnir að bankarnir gera ráð fyrir þú sért með 2% af fasteignamati í viðhald og húsnæði hverju einasta ári sem alveg heilmiklu peningar. Já, þú veist, og það bara og ef að þú geymir viðhald í segjum 3 ár 2% ári, þá bara 6% og þá allt í henni bara þarf að leggja út fyrir einhverju, staðin fyrir að gera bara ráð fyrir sín í þínu budgeti og þú bara ert að lifa með það að það þarf að, og það er miklu hendur að fyrir langflesta að sé það bara greitt eitthvað á mánuði. Og þess vegna er ég þannig ítskiptur gjaldkeri að bara, það er í rauninni ekki verið að safna fyrir neinu. Nei. Það er bara hafa þetta þannig að það safnist hérna upp bara ágætis peningar inn í húsjóði og þeir séu það bara til þegar það á að fara að gera. Nákvæmlega, og svo þarf ekki að ræða þá næsta húsfundi. Heyrðu, við þurfum að fara í gluggaskipti. Og það kostar 1100 skall á per íbúð. Það er enginn að fara að segja bara, já, ég er akkurat í lausa 1100 skall, ég er bara til. Þú veist, fólk þarf að endur fyrir eignandi sínar og jari, í staðan fyrir að segja, ok, við ætlum að gluggaskipti til 3 ár og við þurfum að hækka húsinu upp í X og við erum með plan. Og líka það, svo fyrir að selja íbúðina, þá er bara þetta plan til staðar. Akkurat. Og fólk er ekki að taka við, fólk er ekki að búast við, það var gluggavíkir kostar 700 skall, eða hver sem talan er. Heldur bara áætlunin gangi. Það hentar lang flestum að hafa þetta svona. Man svona fær á tilfinninguna að þetta sé svona samblanda af okkar svona íslenska þetta reddast mentaliteti að hugsa aldrei lengra en sko 3 korter fram í tíman og það að við erum tiltölulega nýlega byrjuð að búa í fjölbýli sem þjóð. Það byggu allir á sínum sveitabæi það sem að þeir þurftu bara sjálfur að redda þessu. Einmitt. Þetta er náttúrulega ekkert vandamáli í einbýlishúsum. Þar berð þú alla ábyrgð á öllu. Akkurat. En þegar þú ert að búa með öðrum, þá þarftu að tilenga einhverja svona hluti sem eru ekki svona víkingamentalitet. Nei, akkurat. Og líka það að fólk þarf að átta sig sko munin á framkvæmdum og viðhaldi. Sko viðhaldir er sko þannig að þú ert að fyrirbyggja að þú þurfir að fara í framkvæmdir. Framkvæmdir er eitthvað sem þú ert að laga sem er ónýtt eða bilað. Og þær eru yfirleitt miklu dýrari heldur en bara viðhald, þá ertu bara búið þetta vandamál. Eins og þetta mál sem ég nefnum áðan, það sem er við með sko ef við fara í fínu sprunguveikir og málun 2023 við eigum 1900 núna þetta er viðhaldsmál skilur mig þannig að það er allavega þú stendur allavega vel sem gjaldkeri. Já, takk fyrir það. Ég get tekið það að mér fyrir litla þóknum. Þú er komin í nýjan business. Það er gjaldkeri húsfélaga. Símanúmerið Þetta er, en svo er náttúrulega húsfélaga þjónusta og alls konar svoleiðis sem býður upp á þetta. Algjörlega. Ég veit ekki hvort að þau takja sér að hækka gjöldin en þeir taka það við. Það er oft sem að húsfélagsþjónustuna bara byrja því, gerum skýrslu. Bara sjáum hvernig ástandið er og gerum svo plan í framhaldinu. Ef það er ekki búið að fara viðhald í mjög langa tíma og þú veist það er engin á húsfélagsfundum sem að hoppar upp og segja, langar mig að vera gjaldkeri eða formaður og þú veist, það er bara svo einhvern veginn situr einhvern veginn uppi með þetta og enginn ennur svo, þess að hafa þessu húsfélagsfyrirtæki sem eru þessar þjónustur hafa verið svolítið að poppa upp og bjóðu upp á raunina þessar þjónustur þannig að það er bara Svo ég held þessi ekki að ljúga mikið af þér og áhærendum þegar ég segja, það rifjast upp fyrir mig saga af svona verktaka, ég man ekki hvort það var í Bretlandi eða Þýskalandi eitthvað svoleiðis, því húsunum fylgdi bara sko áframhaldandi ábyrgð hjá þeim, þeir seldu eignirnar og svo voru þeir bara með viðhaldið til frambúðar og þetta getur verið svolítið sniðugt að þá getur ekki bara gert eins og sumir, bara byggt húsi rosa hratt og lagt steifna og gólföfnin áður en þotnar og búið þar til kjöraðstæða fyrir miklu heldur þarftu að fylgja húsinu eftir að það kemur í einhver tíma og tryggja allt viðhald. Ég bara, brilljant pæling. Mjög góða punktur sko. Við þurfum að ég hef alveg upplifað sko jafnvel þótt að því að þú þurfir að borga eitthvað fyrir það í einhverja leigu eða tryggingu eitthvað akkurat. En þá ertu bara safe akkurat sko, þetta er mjög sniðugt sko. Ég hef alveg upplifað það sko, einn verktaki hérna, ég vil bara nafngreina hann er bara að því hann á hrúskilið ég þekki hann ekki neitt ég hef aldrei unnið fyrir hann eða neitt en ég var að selja íbúð nýr á Strikinu í Garðabæ sem var byggt 14, 15, 16 ára gamalt hús 60 ára pluss íbúður og ég er náttúrulega kall eftir gögnum sem hefur verið söluðliti og allt þetta og svo, sko, en meðaldur var tölvöld hærri heldur 60 ár
það var bara eldra fólk. Já. Og síðan kom eitthvað upp á, þau náttúrulega bara hringdi í verktakann, veist, hvað þetta, löngu kom allir ábyrðið eitt eða neitt, bara samdægur, svo maður komið frá verktakann, þó hann bara enga skildi til þess og skoðaði máli fyrir það. Já. Skilurðu, og þetta var bygg. Já. Þetta til fyrirmynd. Ég hef unni fyrir verktaka, þar sem að skiptir engum máli hversu lítið það ef það athugasemdir, bara bættu úr því. Það bara kom eitt, sagði bara, það högg í skúffu í innréttingunni, getið fengið, þú veist, það lítur ekkert vel út, þú veist, þetta var minni átta mál, ég notaði eign, þú veist, það engin afsökun, og verktangi sagði bara, þetta ekki mitt, þetta er örugglega gerst í flutningu á honum, skiptir ekki máli, þú veist, bara sýndu bara góðu þjónust, þú veist, farðu í gegnum athugasemdalistan, gerðu gangt og langt í að gera viðskiptunum happy og allt þetta, auðvitað sumt fólk sem ekki hægt að gera happy, alveg saman hvort það sé að panta mat á veitingastað eða fljúga með fljóð til útlanda. Fólk er þannig. Það er mjög fáir sem eru þannig. Þannig að ég var mjög impressed þegar ég upplifði þetta að verktakinn bara mætt bara við skulum bara kíkja á það fyrir ykkur svo var þetta vist ekki neitt þú veist, en hún bara engan skilda eða neitt að gera þetta hann hefði alveg getað sagt þetta er bara talað við húsfélagi þetta er framhanska, þetta er mjög mikil framhanska. Nú fara allir í eignir aðeins sem er eignir að ringi þá mann og annan kannski er ekki að gera það greiða en það, þú sagði mér þegar þú varst að setjast við hljóðnæmana, þú hafið hitt menn í hádeginu og fengið svona hálfgerðar spurningar frá áherendum, þú varst að bera undir þá hvaða segja væri að kominga og hvaða væri sem þú væri að pæli og fyrsta sem þið nefna hvað hverfi eiga mest inni, eins og maður segir, hvað var það hækkun og svoleiðis, þó svo að það séu þetta það að kaupa íbúð, þegar þú ert ekki fyrir okkur flest og vonandi hugsa maður þetta ekki sem einhvers konar áhættu fjárfestingu eitthvað svoleiðis, sem þú er þetta fyrst og fremst bara þú ert að kaupa þér þakki yfir höfuðið, bara heimili, en það eru þetta fjárfestinga element í þessu, það eru, þú veist, ég held að sé eigið fé fólks, megnið af spari fé fólks liggur í fasteigna þeirra, hún liggur ekki í hlutabréfum eða einhver svolítið, þetta er bara stærstur hluta peningum fólks fasteigna þeirra. Algjörlega, alveg okkar allra, eða 99% af fólki er bara í manns eigin fasteign. Akkurat, þannig þá svona kemur þessi spurningin, hvar er það sem þú getur kannski skoða það að kaupa íbúðir sem er líklega að hækki, ef þú velur að fara í hverfi sem þú vilt ekki búa í bara því það hækkar, ok, allt í lagi, þú vilt kannski frekar búa bara það sem þú vilt, en ef einhver verður að pæla í þessu, hvar svona er þetta að segja eitthvað til um þetta? Hittakort eða? Ég fekk mér löns í hátinu með konunum minni og þar hitti ég sá hana stráka sem að sem voru að undirbúa sitt prógram og ég er mikill aðdáðandi þeirra í raun og veru, kannast nú aðeins einn þeirra og ég bara sagði hann, nú vantar mér smá ráð hjá þér, ég er að fara inn á podcast í leitin peningum og hvað vil fólk vita og einn segir, hvað staðir er svona líklegir sem eiga eitthvað inni til hækkunar og hinn spurði nú er allir að tala um lánamál þú veist, óverðtryggð lán, verðtryggð lán breytilegir á maður að fasta vexti eitthvað svoleiðis og ég hef verið lúmst sannspár í mínum, ég hef alltaf ringt í markaðin og hugsa ok, þú veist 2013-14 og þetta er svo flókafyllt það sem ég var að segja allt saman en ég ætla samt að henda það að þá sá ég byrjum 100-200 íbúðir í Keflavík undir 10 milljónum og ég sagði við nokkra fjárfesta, farið bara að kaupa þær allar þú veist, bara go for it og það er enginn sem hlustaði en ég veit eitt sem fór svolítið í það hann er búin að stórefnast og ég hef oft nokkuð samspón með þetta og það er svona meðal fermetraverð á þessu ári bara frá 1. janúar til dagsins í dag á höfuðborgarsvæðinu er 550.000 kall per fermetr bara þvert yfir frá bara Hafnarfjörður upp á Kjalarnes Seltjarnarnes út í Mosfellsbæ einbýli, fjölbýli reynda tók ég bara fjölbýli, okay, og frá 20 fermetrum og upp í 250 fermetrum það er meðal fermetraverðið bara yfir allt saman 550.000 meðal fermetraverðið með bara Reykjavíkur kringur 655.000
og sko þegar ég fer aðeins að hugsa, ég fór aðeins að hugsa ok, þú veist vegna þess að ég hef ekki spáð því svolítið lengi, hvaða staðir, hverfir eiga svolítið inni og svona sko þá svona fór ég og fór aðeins að hugsa þetta og fór að vinna smá heimavinnu og svo framvegis, sá til dæmis sko Breiðholt 442 fermetrar skilur, það svæði virðist Seljakverfið, dauðafæri myndi ég halda, Hlíðarnar komur óvart, þar frekar lágt fermetraverð eða svona, það var undir meðalfermetraverðinu og Grafarvogur 507 fermetrar frekar lágt undir meðalfermetraverði, Norðurbær Hafnarfjarðar svo hafa menn náttúrulega hort á uppbyggingu kringum í sveitarfélaginu kringum okkur þá ertu komin upp á Skaga og Selfoss akkurat, og það til dæmis það náttúrulega sama brjálæði þar, ég meina ég að tala félag minn daginn sem að selja fasteignir á Selfossi, sagði mér að það veri útlutað einhverju 52 lóðum undir sérbýli 8.000 umsóknir, skilurðu ég svo ok, segjum með helmingur að þessi satt sko, þú veist það er satt 4.000 skilurðu þannig segjum bara 10% satt, það er 800 þú veist, og maður bara hugsaði með sig sko, en það er samt eitt sveitafélag sem að ég svona talaði í svona 1-2 ár í kringum höfuðborgarsvæðinu sem ég svolítið svona talið að eigi vel inn í, það er Þorlákshöfn. Ölfusin. Einhver þetta vegna hefur dottið undir radar hjá þessum hefðbundna, þú átt einhverju 70 milljóna hæð í Reykjavík og langar í einbýli, ég hef ekki á ekki 120, 110 til að köpa sérbýli og ef ég finn svo list, þá eru ég að keppa á móti 30 öðrum sem þurfa ekki að gera fyrirvarum sölu eða fjármögnun eða nákvæmlega og það er náttúrulega sko rosalega barnvænt, ég hef enga hagsmuna að segja þetta, skilur, ég hef ekki eignað það sjálfur, þekki engan hana og einu sinni seldi eignað hana, ég seldi einu sinni í Raðhúsalengjur líka, mörg tölvur síðan að ekki heima bara Jónas Sig og Ritvél á framtíðarinnar, ég held því sé ekki að mulla Þór Þórðarson, Íslandsmeistari í körfubolta þannig að þegar ég var að taka til sölu fyrir 2 ára, þá byrjaði að kynna mér aðeins rosa barnvænt, stutt í bæinn þú veist, aldrei ófærð, aldrei vesen með heiðina, það er reyndar mjög sjaldan vesen með heiðin orðið í dag með þrengslin þetta líka þeir eru með þrengslin og allt þetta og lágt fermetraverð mjög lengi er hækkandi að sjálfsögðu en svona einhvern veginn dettur út af ratanum þannig að sko fellur á það í skuggan á Hveragerði eða hvað ætla ég að segja, Hveragerði hefur svolítið pikkað upp nefnilega sem Hveragerði er mjög heitur markaður, eins með Selfoss og en Þorlákshöfn líður svona eins og sé aðeins og eftir en ekkert síðra umhverfi og það er mikil uppbygging staði í atvinnulífinu og ég verið að fara að ganga með eitthvað fiskeldi þannig þeir eru með háar hugmyndur stórskipahöfnina og þannig að skipin sem koma til landsins með varning þú stoppa bara í Þorlákshöfn stað fyrir að sigla út Tanna og hendi Reykjavík skilur það er bara að henda varningu þarna og svo bara keypt í bæinn með þetta og svo eru til dæmis staðir eins og sko ef ég segi sko ok, Norðurbærinn Háaleitsbraut, Hvassaleiti Álftamýrin, það er meðal fermetraverði kannski 520-530 svolítið undir meðal fermetraverði mjög vinsæl staðsetning eldri hús og svo framvegis þannig að sko þetta er svona helstu hverfin sem eru svolítið vel undir fermetraverði meðal fermetraverði, þau hafa svo sem alltaf verið það sjálf og sér en þetta er svona staðir sem ég myndi sjálfur veðja á ef ég var bara engungu hugsa að fjárfesta en svo er líka þannig alltaf eins og ég hef einhvern tíma talað áður að þegar maður er að fjárfesta þá á maður líka svolítið að hugsa í fermetraverði átt að segja ok, það er meðal fermetraverð í síðasta mánuði er 500 skall og bara einn upp á 490 eða 460 eða 600.000 og ég ætla bara að kaupa þetta skilur þú veist bara að meta þetta út frá því og það er alltaf tækifæri meiri sér þessum tíma þá getur alltaf fundir eignir sem eru undir meðal fermetraverði getur alltaf þannig að þetta er svona þú talaði einmitt þetta í síðast þú komst að þetta bæði þetta þegar og það var fókus þar var svolítið á fyrstu kaupendur að einmitt að sikta út þessar íbúði sem eru með lágt fermetraverð en þar komstu líka inn á það sem að gera sér ekki alveg grein fyrir þegar maður skoður þetta fyrst
er að ef þú kaupir skuldsett húsnæði, eða kaupir húsnæði með lánum og það hækkar í verið, þá hækkar þinn hlutur eigið því að þú ert ekki með verðtryggt lán sem hækkar, að þá ert að fara úr því kannski að eiga 4 milljónir í einhver íbúð yfir í það að eiga meira. Akkurat. Og það er þá, það komstun á að væri kannski ástæði fyrir því að þó svo þú getur ekki fundið draumaeigna þína í þeirri starf sem þú vilt, að koma þér inn á markaðin og byrja fylgjum. Það er rosalega mikilvægt. Ég lendi inn með þessi spjalli í opnu húsi í gær sem ég var í. Já. Þar kemur einn strákur sem ég þekki mjög vel, bara bestu gaur í heimi, frábær. Hann lappar inn íbúin og segja, parkið voruð eitthvað slitið. Og ég sagði fyrir þú munt aldrei finna þér fasteign ef þú getur ekki horft fram með þessu. Nei. Og ég einhvern veginn sko mín ráð gagnvart þeim sem eru að kaupa fyrstu eign vegna þess að þú ert svo sjaldan lengur en 3 ár í fyrstu eigninni, þá þarf bara að nota þessi 3 ár til að auka verðgildi eignarinnar og borga niður lánið eins mikið hægt er og eiga svolítið eigið fyrir næstu eign og líka það sko, þú kaupir þér segjum bara 50 milljónir eign með 40 milljónir láni, ef að verðhækkun verður áfram 30%, nei 10% ári sko, fyrir ekki sko, meðalhækkun frá ára aldamótum, meðalhækkun er 10% ári, 9,1% frá 2000. Vá, já, nákvæmlega. Og ef þú tekur 30 ára eftir í tíma, þá er meðalhækkunin ekki nema 5-6%. Sem er samt alveg slatti. Já, og myndu það hrunið þar inn í þessu. Akkurat. Þannig að sko, segjum svo... Og kreppan 91-23 þarna. Já, sko, kom fastanir kreppa akkurat 92-94. Og en sko, ef þú tekur, ímyndum okkur það að við höldum áfram að sjá 10% hækkun á ári meðaltali. 10% hækkun af 50 milljónum er 5 milljónir. Svo kemur svo er þetta svona compound, skilur við, svona margföldunar hækkun, að þá ertu með 55 milljónir, 10% og það eru aðra 5,5 milljónir. Þannig að segjum svo að þú á einhverju tímapunktu kaupir 5 milljónir, hún verður 60 milljónir. Þú tekur 40 milljónir króna, 50 milljónir króna, þá ertu búin að tvöfalda eigið fyrir þitt. Þá ertu með 100% ávöxtun á eigið fyrir þitt. Að því gefnu að þú ert náttúrulega að lánið sé ekki stökkbreytast. Og þá þarf að hugsa líka, þú veist hvernig lánablanda er maður með, verðtryggt, óverðtryggt. Og því miður, þú veist, það voru teknir einhverju 130 miljardar að láni núna fyrstu 6 mánuði ársins fyrir fasteignalán, sem er 51% meira heldur en var í fyrra. Það var aldrei tekin eins mikið lán. Vá. Akkurat. 48% er með óverðtryggt lán. Hinn ekki. Ha? Já. Það er ennþá fólk úti sem er ennþá með verðtryggt lán. Það er mjög leiðilegt að heyra. Já, það er bara auðvitað er þannig, sko, ég meina fólk sem eru með lágatekjur. Þetta er einmitt oft í margt að fólk er ekki með nóg tekjur. Ég meina, ég var bara í þeirri stöðu sjálfur einu sinni í kaupum mér íbúð, tók ég 30 milljónir lán, verðtryggt í 40 ára. Svo bara reiknaði ég út til 40 ára, ég er að fara að borga 120 milljónir tilbaka. Þannig ég fór bara strax í að sko endurfjármagnarlánið mitt. Og hef endurfjármagn á svona 8-15 mánaða fresti síðan þá. Ég vakta bara svolítið markaði. En þess að hina athugasemdin sem ég fekk frá þessu hádegisspjalli að hann var að velta fyrir sig, býta ámar að fara í fastavexti, breytilega og svo framvegis. Og ég er mjög ánægður að sá aðili var að hugsa þetta vegna þess að þú átt svolítið að vakta þetta. Við erum alveg til í að hlaupa sko kringlan fyllist af fólki þegar það er auðlýst sko hlaupkaup eða kringlukast eða eitthvað tax-free, skilur mig, á snirtufurum. Þú veist, þeir selja bara fáðu afslátt á hlutum sem þú þarft í rauninni ekki. Þú veist, ekstra er ég það að þeir eru að selja sko snirtufur við 20-30 milljónir á dag, bara verið að auglýsa tax-free sko, sem er 20% afsláttur. Og þú kaupir krem, 5.000 skall og verður 1.000 skall af og þú veist, en þarna í þessu lánamálum, þar getur verið að spara alveg fjárhæð til lengri tíma. Þetta er besta tímaköp sem það er á, þú bara virkur þannig. Já, venjulegt fólk mun aldrei hafa skott tímaköp eins að vera að skoða þetta með reglunum hætti. 8-15, það er impressív að vera endurfjármagna svona títt eða skoða þetta. Já, og við skoðum einmitt núna, ég er sjálfur með sem sagt breytilega vexti sem eru ennþá ódýrari heldur en fastu vextinir. Og að því ég er svolítið aðlið sem er alltaf að breyta og mikið af þessu fastavöxtum lánum eru uppgreiðslugjald af lánum sem ég er ekki til að greiða.
þannig að sko ég náttúrulega sjálfsög að vakta þetta og ég veit að Seðlabankastjóri eru hvetja fólki til að festa vextina en líka það bara sko það eru allir sín eigin hagfræðingar segjum svo þú ert með fasteignalán mér líka rosalega erfitt skilur þú sko og ef þú ert að spá í þessu verðtryggt, óverðtryggt, breytilir og sko fastir og svo framvegis myndaðu þín eigin skoðan eftir samtal A við fasteignasala B við einhvern í fjölskyldunni og einhvern algjörlega hlutlausan aðila og bara kynntuðu munin kostir, gallir og svo framvegis þá skaltu myndaðu skoðan Ásgeir bara fastir vextir, ég hef heyrt hann allavega að segja það ég svolítið svona ég tími ekki alveg strax, ég ætla aðeins að breyta og aðeins að bíða fyrirgeðu og en ég veit ekki hvort ég har rétt í ráttverðinu. Nei, en þarna kemur einmitt inn á svo mikilvægum punkti þessu er að sko það er engin svona búningur sem passa fyrir alla í þessu. Þú getur ekki bara sagt, þú getur ekki bara hringt í einhvern og sagt hérna hvert er rétt svar. það er þannig með allt sem við kemur, nánast allt sem við kemur fjármálum. Ég ætla að ganga svo langt að segja, þú veist, aldrei taka smálán, bara never. Allir saman. Vexti, þú veist, ef þú borga hérna, þú veist, Guðmá veit hvað það á vexti, aldrei gera það. Einmitt. En þegar kemur að ég myndi að velja sko, hvernig þú átt að struktúra eða hvernig þú átt að setja saman húsnæðislánið þitt þá þarftu að setja niður fyrir þig hvað er tilbúin að taka mikla áhættu þú ert með meira áhættu þú heldur en einhver sem vil fasta vexti þú segir bara ég ætla að taka sénsinn á breytilegum vil ég þú veist, jafnar greiðslur og hafa lága greiðslubyrði vil ég jafnar afborganir og greiða hratt inn á þetta vil ég hafa þetta stutt eða langt það getur enginn sagt þetta er leiðin sem þú þarft að horfa í mannin í speglinum horfast í augu við hann og segja bara hvernig viljum við sjá þetta gerast og þú þarft að ræða þetta þú veist, það sem er ekki síður mikilvægt þú þarft að ræða þetta við þína nánustu og það er þá, þú veist, makaðinn sem stendur með þér ég er kannski með mjög lítið áhættuþol kærasta mín mjög mikið og þá þurfum við að finna einhverja leið til að fara í þetta og það samtal má ekki koma niður í það að við ákveðum að gera ekki neitt það er spáðum eins og morgun af því þú veist, þetta er bara maður sér það sko, trekk í trekka fjármál para, þetta er bara mjög flókið mál og fólk þurfa að vera að passa upp á þetta akkurat, það er ennilega málið það er dýrt að gera ekkert í mjög mörgum tilfellum. Það er mjög ósexy að taka samtali við magan peninga. Við erum alltaf að reyna að vinda ofan að því sem þáttum, að gera það sexy, en þetta er eitthvað sem þú þarft að gera. Ég hef líka sko, talað um þetta sko, að nú hefur markaðin verið að hækka svo mikið og allt þetta. Fullt af fólki að nú eru vextir að hækka og ámar að bíða. Er markaðin að fara nýður eða eitthvað svo leys. Það getur líka verið dýrt að bíða. Og á ég að taka slægin það eru margir að bjóða og eignin að fara 1, 2, 4, 5 miljónum yfir á ég að fara þangað fólk verður líka að fatta það að þú er kannski með 40 miljónum eign auglýst 39,9 svo kemur bara, þú býður 42, 43 hún selst á því það eru næstu því, enga líkur á því að næsta sambarlega eign sem kemur á markaðin verður eitthvað ódýrar en það hún verður alltaf 1,2 dýrar en það heldur svo eign. Þannig getur líka verið dýrt. Ég var nefnt bara að senda einni konu í gerð, hún var nefnt að stóði skilnaði, fekk greitt út úr sölu og eignir eign, sat upp með 15 miljónir og þú veist, á ég að bíða, á ég að fjárfesta. Og ég sagði hann bara ekki bíða, þú veist, keiftu og býtu svo. Já. Og hún... Vertu inn á markanum frekar en ekki. Já, akkurat. Já. Hún hendi sér inn, kaupi sér íbúð í Hlíðunum fyrir 45 miljónir. Já. Ég sagði nákvæmlega íbúð hennar, gott að það var ekki bara sama stigagangi eða við Hlíðina. Já. Auglýst í gær á 48,9 miljónir og ég sendi henni það bara geggjuð ákveðin að hafa veist, og svo er þetta alltaf til hafa ekki með 4 miljónir akkurat svo er alltaf þessi saman tilfinning var ég að borga mikið seljandi hugsa, hefði ég getað fengið meira og ég sjálfur staði mér því þegar ég geti mína eðlilega, þetta er risastór fjárhagslega ákvörðun og veist, það er ekkert það er mjög lítið í skólakerfi og allir þessu sem undirbýr okkur undir þetta þetta er einmitt, þú veltir meira fyrir þér hvernig bakarofnið eða helluborð þú setur í eldhúsið þitt heldur en fasteignin þetta gerist oft svo svakalega hratt Já, algjörlega, og líka það þegar fólk er að skoða eins og bara, þú veist, þá segja oft fólk taktu eitt ringi kringum húsið skoða, þú veist, það er mikilvægt að skoða þakkant heldur en eldhúsið skoða glugga frekar en gólfefni skilurðu, og hluta því að skoða fasteignin og skoða gögnin vel ég segi helmingunum að skoða fasteignina hinn helmingunum að skoða gögnin þess að ef það er eitthvað að og ég á að fara að gera eitthvað þá ætti það að koma fram í gögnin skilur það er ekki nóg bara að
hlusta á fasteignasalann, skilur sko í þessu er bílun að ganga svo langt að tala við nákvæmna, þú veist, bara banka upp á og segja, heyrðu, hvernig er þessi stigagangur, hvernig virkar, er allir góðir? Það er bara hluti af þínu due diligence í raun og veru, sko. Það er mjög sjaldgæft, en ég hef engar athugasemdir við það. Nei. Vegna þess að þá bara alltaf er upp á yfirborðinu, skilur við. Og og oft bara hjálpar það. Bara spurning hvað þú vilt ganga langt. Já, það er bara þannig. Nú fara allir að hringja inn, allar nákvæmlega, öllum einhvern sér sko. Hún er svo mikið að rústa sambúð í fjölbýrum. Akkurat, sko. Nei, vonandi ekki. Nei, ég meina þetta er bara ekki staðis. Ég hef engar athugasemdir við þetta. Ekki neitt. En hvernig, þú veist, svona þegar þú heldur opin hús, þú segir að það sé rosalega margt fólk að koma, þetta er, veist, ég hef farið á, maður hefur farið á nokkur og þetta er svona, þú veist, það er oft svo margt fólk og sérstaklega núna í COVID, þetta er þetta ekki aldrei krefjandi? Jú, sko, ef við lendum í því, það er náttúrulega ekki alltaf. Nei. En ef við lendum í 20 manns pluss, að þá líður fólki oft þannig að sko að það hefur ekki nú næði, það getur ekki skoða nú vel og svo framvegis. Kemur eitthvað vonleysi líka þá? Það er alltaf margir að skoða að ég á ekki séns. Já, það kemur líka og bara, ég tek ekki þátt í þessu rugli. Þú veist, það komið yfirbóð og ég bara sleppis. Það getur verið rosalega vont fyrir seljanda þá? Það gerist endilega, en ég segi oft líka, sérstaklega fólk sem eru að kaupa fyrsta skipti eða hefur ekki gert í langa tíma, legðu inn tilboð. Af því að þó þú fáir ekki og haldur bara væntingum og hófuðum að þú fáir ekki deginina, legðu þitt besta boð. Þó er ekki nema bara að fá lærdóminn að reynsluna því, næstur allar að geta tilboð. Þess að þú hugsa með þér, ok, þetta ætla ég ekki að gera aftur. Ég ætla að undanbúa þetta hérna betur. Skilur við? Þannig að, þú veist, láttu upp eins að reynslan vegur þungt. Reynsla sem maður er svo dýrt að öðlast. Já, svo finnum maður draumeignina, stillur við tilboði, fær ekki réttur ágjöf eða eitthvað slíkt og fekk ekki eignina, bara akkurat eignin sem það maður græðir alltaf eitthvað aðeins á því, einhverju smá reynslu á því, en svo er alltaf bara því miður, það bara þarf maður að taka stundu slæ. Þannig að en opin hús eru sko, þegar við lendum í þessu og við bara eins og segi, fekk opið hús í gær sem var gríðarlega mikið af fólki, kom inn á skrifstofuna morgun og sagði bara þetta er ekki gott. Ég sagði bara ég sammála þér. Þú veist bara, ég veit að þetta er ekki og við náttúrulega reynum meira sér gær þrátt fyrir sko þar þannig séð engar hömlur varandi COVID þá samt hleyptu við holum þannig að fólk fekk sitt space til þess að skoða skilur þannig að en þessi yktu opin hús eru líka öfgakend skilur þetta er sko 5-10 hópar er mjög algengt í opnum húsum, 40-50 hópar 80 manns, 2 í hverjum hóp það er undantekning frekar regla. Svo er svo sko, þú veist, sumir hafa það er áhugavert sem þú segir sko að prófa að gera tilboðið mitt að því þegar þú finnur draumaeigna þá hefur aldrei gert tilboðið fasteign og veist hvernig það gengur fyrir sig það er rétt að opna sig með það sko sumir krúsa bílasölur á kvöldin og skoða alla nýju og flottu bílana ég hef gegnum tíðina sko farið í opin hús bara af því ég áhuga á þessu sko, og stundum í sko hús sem að því þess nefndur ekki til að flytja en svo eru það að byrja einhver svona verðkategóriu sem er bara absúrt fyrir mann en bara þetta að sjá þetta og hafa séð þú veist að því að mitt reynslan að því að fara á opin hús og æfa sig að spurja og eiga þessum samskiptum þetta getur líka gagnast. Það er alveg hárrétt hjá þér bara mæti opin hús og fá þeim í tilfinninguna ég sé líka alltaf sko þú veist ódýr afþreying fyrir fjölskylduna já, ég skellum að grópa hús þessi fasteignarsala með einhverja veitingar en sko oft er þessu auglýstu opin hús í kannski hálftíma frá kannski 5-6 eða í hádegi eða hvernig sem er einhverjum ástæðum það mæta 90% bara upphaf opna húsins bara ef það er opið hús frá 12-1 eða 12-1 þá mæta allir klukkan 12 merkilegt ég segi stundum við mína kaupendur, nú er kannski að fara að deila einhverju sem ég á ekki, sem er kannski leyndamálum ég veit ekki, mættu svolítið í loka opna húsins þó er ekki nema bara að fá upplýsingur hvernig áhugin á eigninni, vegna þess að samningsstaða þín sem eini tilboðsgjafan á borði eða versus 3-4 öðrum
gjör ólík. Þess að skiptir svo miklu máli að segja ok, við fasteignasalan, ok, hvað eru margir, hver áhugin er mikil? Já, komið hérna 12 hópar og ég á von á 1-2 tilboði, ok, veist, en þú færð ekki þessu upplýsingar með þess að fasteignasalinn veit það ekki í uppáfnásins. Þá þarfst þú bara að mænta að telja sjálfur. Já, bara standaðan líka vegna tíma sem enginn gerir, vegna þess að fólk lappar inn í opið hús og er bara autopilot, er bara að skoða, þú veist, það er átt að segja rímanum og skoða kannski að ég, góð vinkona mín, hún skoðaði íbúð og sem endaði að kaupa og þegar hún gekk út að opna húsinu þá var hún bara, þetta var allt ómögulegt þetta var ömulegt væparna og eiginmaðurinn spyr bara hvað var svo ömulegt, bara málverkin voru fáránlega og ljóti sófar og lýsingin hræðileg það er ekki húsið, þú ert ekki að horfa réttu hlutina. Akkurat, þetta er líka það sem ég segi alltaf fólk. Þú veist, ekki blekkjast að fallin litum og geggjum epalstólum og hönnunavörum og þú veist, blekkjast að því, þú veist, horfðu svolítið í gegnum, þú veist, sérstaklega var vandamálunum mikil. Skilur, þú verður bara að horfa í gegnum, það er bara, nei, þetta er ógislegt. Þú veist, það er íbúð að fara í þakið og múrvíkir, þetta er bara íbúð sem hendur ekki. Þú veist, eins og maður segir sko, þetta vera pikki, eins og ég sagði við strákinn sem kom í gær sem ég þekki þetta mjög vel fara að sjá á gólfveitinu flott, breytingu akkurat, skilur við, þú veist og þannig að sko en það er þessi stóru mál, þak, gluggar, múrverk skólp, rálagnir opnalagnir og svo framvegis sem er áspyrjúti sem er mikilvægt heldur en sko eldhúsinnýting eða baðherbergisinnýting og svo framvegis. En þá kemur maður líka sko þessu þú veist að taka húsnæði og gera það upp og laga eitthvað svo leiðis það fyrir það fyrsta það getur reynst bara mjög það reynir á, það er erfitt að fara í framkvæmdir en það maður velti líka fyrir sér hvort það sé þú veist, þú ert vissulega að gera rýmið betra og að þínum þörfum en er það, þú veist, er það peningana verið? Er það auka verðmæti eignarinn eða ertu bara að fá jafn mikið út úr henni og þú ert að, þú veist, ef ég set 1.000.000 í eldhús fæ ég þá verðhækkun upp á 1.000.000 eða þú veist, hvernig er einhver formúla eða hvernig virkar þetta? Nei, sko ég var með eitt opið hús í gær það sem kom aðeil og sagði já, ég vil opna þetta með eldhús og stofu og bara opna rýminn og veit ég hvað og það þurfa að, þú veist, það þarf að fá sérfræng til að meta burðaþol og þú veist, alls konar, það er alls konar veseni kring það og ég sagði við hana, ok, þú veist, það er ekkert sem víst að þetta gerir verðmætara nema þú farir og takir eldhúsið færir það bara inn í stofu og býr til herbyggi úr eldhúsið þá ertu komið 4 svefnherbyggi þá ertu búið til verðmæti það er einhver verðmæti, skilur við þannig að það er líka hægt að ganga of langt í þessu þú veist, í þessu, þannig að í framkvæmdum en auðvitað allar íbúðir þú veist, það er hver einasta aðeins sem fyrir nýpa hann dittar og dattar eitthvað, gerir þetta sínu hvort sem það skiptum hurðar, það er náttúrulega allir spasla mála og síðan náttúrulega bara atrið að fara í eldhús, baðherbyggi og svo framvegis fer náttúrulega eftir hvernig ástandið var fyrir og hversu dýrt þú ferðir raunur eftir og mín reynsla er svo, þetta er alltaf dýrara tekur alltaf lengri tíma heldur en helst í upphæði og svo segir nú bara yfirleitt í gríni og ég segja það samt í grínu fyrir ekki sko, þetta er samt í alvörunni að sko settu 100 skall í hjónabandsrókið ég hitt einu snið var einhvern nokkur ára síðan það var frá Hlöllabát í Skeifu og hitti gamla skólabróðum minn og félaði á boltanum og góða vinn minn og hann segi, heyrðu við vorum að kaupa lóð við ætlum að fara að byggja og ég bara, já, ok og hvað kostar að byggja hús í það? Ég segi, ég er ekki með að reyna einu sem ég veit að þetta kostar 200 skall í hjónabandsrákjöf og þetta reynir á þú veist, samskiptir, eða ekki bara budgeti heldur bara hvernig gólum já, budgeta fyrir hjónabandsrákjöf já, akkurat, gera bara ráð fyrir því í Excel-skjalinni þá kemur konan sem finnst við að segja þetta en þess að strax veitum kaupsamningalóðinni löpum við saman inn í teppabúðina löpum við sikkurlega út byrja en hann fór ekki að byggja hann, ég veit ekki hvort hann seldi lóðan aftur eða eitthvað slíkt sko. en það er mitt sko, þegar kemur í þessu ég spjallaði fólk sem hefur byggt er það eitthvað sem þú veist þú innan gæsalappa fyrir utan álægi og sambandi myndi mæla með, er þetta eitthvað sem þú veist, er það? Já, sko það fer líka eftir hvað getur gert mikið sjálfur stóru kostnaðarliðin eru svona vinnuliður
og þetta kostar allt í dag miða við 25% hækkun á sérbíli á höfuðborgarsvæðinu. Ef þú finnur lóð þá hagkvæmara, þá raun og veru sko ég ætla að segja mjög gott vinafólk með þetta að byggja núna, það minni mig 280 fermetra hús. Já, það ekkert smá. Það að margborga sig fyrir það. Þau eru með auka íbúð og eitthvað svoleiðis í húsinu. Já. Og þau eru búin að segja með töluna þar og þar reyndar eina smiður, það skemmir ekki fyrir, þannig að hann getur gert tölvöld sjálfur. Í þeirra tilfelli, fyrir mig ég ekki handlægin, konum reyndar ég mikið verkvitt, en það sem ég myndi gera ef ég var sjálfur að byggja, ég myndi þá semja einhvern verktaka bara, ég ætla að fá tilbúð frá þér með upp í byggingastig 5 sem tilbúðunum til innréttinga. Þannig ég sé gólfefnið, innréttingarnar og hurðarnar sjálfur. Þannig að það bara, það getur borgað sér sérstaklega núna það sem bilið á milli byggingkostnað og verð á sérbíli að breyka. Þannig að það er eitt félagi mér núna sem var að kaupa fókelt og getur fengið hjálp frá mikið vinnum og vandamunum, hann kann ekki að lyfta upp hamri, ég sé það allavega ekki fyrir mér þannig að hann þarf að taka mynda og senda mér ef hann getur það. Ef hann snýr honum rétt. Akkurat, ef hann snýr honum rétt. Og hann reiknaði út, ég kaupið þetta fókelt, ég kláraði þessu verði í Excel sem lífur aldrei, by the way. Aldrei. Að það var að vill svo forsendur setja akkurat. Það er þú sem er að blekkja þig, sko. Það er vandið. Eina skjali sem lífur alltaf er Excel, það er bara það var mjög sjaldið að það stendst. En í hans tilfelli þá er hann að klára sig inn kannski kringum 80, en hann er með 95-100 milljónir eign. Já. Skilur við. Þannig að þetta getur borgað sig. Þú komst inn á, þú sagðir þarna þau eru að byggja hús með auka íbúð. Ég hef svona, ég held að sjálfu að það er einu ljósari, ég fylgir svolítið með fasteignamarkaði. Bara eins og margir. Já, þetta er hobby, mér sýnist, og nú er ég ekki það ég sé á markaðnum með eitthvað svolítið, og það er alveg þetta spilla einhvern veginn fyrir, en mér sýnist eins og auka íbúðir séu undirverðlegar. Það húsnæði sé með auka íbúð að því sko það leigi út íbúð, það gefur oft það mikla leigutekjur að það stendur undir sko miklu meira heldur en það ætti að gera miðað við hvað þú borgar fyrir auka íbúð. Er ég í bullinu hérna, eða er þetta áttu við þá að sko segjum svo væri með íbúð sem leigir á 180 skall á mánuði sem væri þá að greiða af hvað er þetta, 4-6 skall á per milljón, það var að greiða kannski af hátt upp í 30 milljónir á láni. En íbúðinu kannski, en hún væri aldrei það dýr í rauninni. Þú myndir, ef við erum með segjum einmitt hérna 200 fermetra einbýlishús fyrir X og svo 240 fermetra einbýlishús fyrir X pluss eitthvað og þessi 40 fermetrar eru auka íbúð. Þá er í rauninni verðið að greiðslubyrðin af því húsnæði minna þegar þú fær leigutekjurinn heldur en af hinum. Sérstaklega er komin í þessa stærðarægnum vegna þess að byggingkostnaður, ég tók þessu umræði við félagið minn sem er líka fasteignasali, þess að hann ætlar sér að kaupa sér lóð og byggja og hann er svona hörkuduglegur og allt þetta, ég veit reyndar ekki hversu mikið hann getur gert sjálfur, en ég spurði hann bara út í þetta og hann sagði sko munun á 200 þú veist, og 300 fermetra húsi, það er alltaf bara meiri steypa. Svo, og það er ekki það mikið, þú þarft alltaf að draga inn rafmagn, þú þarft að leggja inn pípur, þú veist, það er eitt eldhús, það eru 2 baðherbergi og þess vegna eru minnstu íbúðunar hlutfallslega dýrast að því eldhús og bað eru dýrustu húsin, þannig að eins og í þessu tilfelli þess að þú ert kannski með 280 og tekur 60 fermetra til hliðar að því, það er ekki það mikill munur á að byggja svona stórt hús eða minna, en það líka sko hefur verið svolítið þannig að sko fermetrar svona yfir, við kannski aðeins breytingur í því núna, fermetrar sem eru kannski 250 fermetrar pluss, þeir hafa kannski minna virði heldur en fyrstu 250 fermetrar. Þeir eru rýrnað þessi verði vegna þess að þarftu kannski fann að koma með hús sem er sko dettin í önnu verðbil sem enginn er að leita. Fólk er kannski að leita einblús upp í 120 milljónir, en það múti taka bara alla fermetrarna og setja bara fermetraverð sem var seldist á 150 fermetra hús, setja þá síðan á 300 fermetra hús, þá er það hús bara á 170, en það er enginn að fara að kaupa 170. Þannig að fermetraverði lækkar alltaf eftir því sem að fermetraninu fleiri.
eru að því, þú veist, þegar þú komin í svona tölur, þá er þetta, maður hugsa bara, heyrðu, þetta er bara, ég mun aldrei sjá svona peninga, hugsa maður en þannig er kannski svona 20 þessu er þú veist, er þak á því hvað fasteignaverð getur hækkað, þetta helstu þetta í hendur við sko laun og kaupmátt og allt svoleiðis, en svo horfum við líka sko bankar lána til dæmis ekki meira heldur en sko þeir lána alltaf 90% fyrir fyrstu kaupendur og svo lækkandi hérna niður í 80-85%. Já, en þeir lána fæstir meira en 70 milljónir. Já, þannig að ef ég ætlaði að kaupa mér íbúð fyrir 170 milljónir, þá þurfti ég að eiga 100 milljónir og það er bara fjarlægur draumur einhvern veginn, hugsa maður. Þannig að þetta hlýtur líka að setja þessu einhverja skorð. Já, en svo eru bara þeir sem hafa efnast, er að fjölgalega gríðarlega. Það er þannig. Já. Það er alveg sko, ég með einbýlishús í Garðabæ fengum 8-10 hópin, rándýrt 158 milljónir, mjög mikið af fólki bara á þessum aldrei 30-40 við mörg tilbúið, var selt yfir auðlistu verði og bara komur óvart bara hvað fólk margir eru bara efnaðir, áttu bara 80, 90, 100 milljónir bara lausa við, bara ég var svo hissa sko. Þannig að og fólk sem er kannski, ég veit ekki, 32 þú veist, 38 41 þannig að þessi hópur eru að stækka líka þannig en einhver síður þetta hlýtur að sko, þessi lánastruktúr hlýtur að búa til einhver svona, það verður eitthvað svona temprun, og það verður líka sko, það verður líka eitthvað svona þak, þar sem að þú þarft þar sem þú hættir að fá sko 7 af hverjum 10 krónum að láni og þarft að leggja fram þínar eigin 10 af hverjum 10 krónum. Já, akkurat, sko þeir eru með, ég hef alveg séð sko, það er ekki langt síðan seldi eign þar sem var sko 85 miljónir krónur lán en þá þarf að fara bara fyrir sérstaklega nefnd innan bankans, þeir eru með eitthvað reglur upp í 60-70 miljónir margir hverja var en ef þú ert að sækja 100 miljónir krónur lán eða ég vil pluss að þá þarf bara að fara fyrir sérstaklega nefnd og það er fullt af fólki sem ræður við það. Já, ok. Það er bara búið automatist flagga það þegar banki lánar svona mikla peninga þá þarf það að fara í gegnum einhverja auka rýni. Já, það er bara að fara í gegnum aðra síu í raun og veru. Já, einmitt. Þannig að en það var því að nefnir sem svona hús sem kostar svona mjög mikið maður sér oft á þannig húsum hús sem maður veit að eru bara dýra því þau eru 300 fermetrar og staðsett hérna þar sem maður þau eru verðlögð á tilboð af hverju? Er þetta gert bara til að skemma fasteignaleitina fyrir mér að þau dettu öll inni þegar ég er að skoða hérna íbúðina sem að ég á efni á? Akkurat. Sko það eru 2 ástæður fyrir þessu. Ég mani þessari umræði við hvað Aðalstein sem er með samninga, heitir hann ekki Aðalstein? Jú, hann komið mitt aðeins inn á. Hann komið aðeins inn á, mjög skemmtilegt og frábær þáttur bæði veit þegar hann var hérna, ég mæli með hlustið að þegar menn er að setja tilboð, það eru svona 2 ástæður fyrir því algengasta ástæðan er að ég kem til þín og ég er náttúrulega að reyna að byggja verðmat mitt á eigninu þinni bara eins heiðalega hægt er en eina leiðin til þess að gefa þér heiðalegt mat er að segja þér hvað er búið að gerast bera það saman með einhver eignir sem hafa selst ég veit ekki hvað gerist í framtíðinni mögulega hækkar hann eitthvað svona þannig ég segi, þegar þú ert með 50 milljónir eign miða við þessa sem hafa selst það seldist það hæð fyrir neðan þig fyrir mánuð síðan og seldist það þessu og þú ert með þá cirka þetta og þú segir bara, heyri, nei ég er ekki með 50, ég er með 62 mín er harra uppi og mín er bara æðisleg sko, þú veist og svo setja mann á markað engin sýnir ná þá til þess að fá fyrirspurningar til þess að fá áhuga, þá setjum maður kannski tilboð þó er ekki nú bara til að fá símtölin hvað er sett á hana hvað verðhugmyndir hefur akkurat, þannig að maður getur tekið umræðina ég hef sagt við þig, heyrðu það sett hérna á þetta en það er út af þessu sem veldur því að verðið er svona þannig að vegna þess að þá kannski fær mér einhver fyrirspurnir en maður vantar fyrirspurningar þá tekum maður þennan pakka á þetta hin ástæðan er að eins og hann kom inn á þættinum að þú raun og veru veist ekki nákvæmlega þú er kannski með í hverfi þetta er eitthvað svona einstakt högnuhús eða eitthvað dæmi akkurat, þú er kannski inn í einhverju hverfi sem segir bara mjög vinsalega hverfi til þess að Akra hverfinu
það sem eru mjög fáar eignir sem koma í sölu að þessum dýru stórum húsum en eftirspurnin er mjög mikil og þú segir, heyrðu, hérna er bara 5 eignir, það er að selst á frá 160 til 190 milljónir og hérna en það er ár síðan það seldust, síðasta salan var fyrir 7 mánuðum skilur og margt gerst síðan þá margt síðan, þannig ég veit ekki, við getum uppræknað eitthvað meðaltal og þú ættir að fá hérna 200 sem dæmi og viðkomandi segir, já, sko, nei ég vil 230 skilur og markaðin hefur verið að koma á óvart svo setjum við svona eignin á markaðin maður segir, hún er 230 já, ok, ég til að skoða þetta hún er það flott, hún hefur einhvern X-faktor eitthvað svona og hérna þá fara menn að svona, þú veist, þú hefur ekki alveg tilfinningunni hvað þú ert sérstaklega með svona þú veist, rosalegar þú veist, sumabústaði sem búið að vera eða sumabústaðar Þingvelli sem búið að eyða 150 milljónum skilur, og viðkomandi vil fá 250 þú veist, svo bara setja hann á markað, hún bara selst það bara kemur einhver bara, já, ég til í þetta og bara maður bara, ok, markaðin kemur óvart þannig að þetta er það að merkja hluti svona þetta er bara eitt af svona alls ekki illa ég meina þetta ekki illa, bara svona verkfærum og tækjum sem að maður hefur í verkfærakassanum til að finna rétt verð á hérna, þetta er sjálfgeft það er annarkvæmt það eða þá að væntingar seljandi eru háar og vegna þess að maður veit það ef maður myndi setja eign á þessu verðin á markaðin þá myndi enginn hafa samband þannig að ég vil freka bara setja nefnir tilbúð fólk hringir og þá bara get ég útskýrt það og segja, heyrðu, viltu koma að skoða skilur við, þetta eru svona 2 ástæðnar fyrir því að menn eru bara mert með tilbúð Er þetta ekki alveg skemmtilegu bransi? Er þetta ekki skemmtilegt að vera í þessum gera? Jú, það er engin dagur eins og hérna að það koma erfiði dagar sko þú veist, það koma dagar þar sem að þú veist, ég veit ekki neitt svona fasteignasala sem hefur ekki einhverja samvisku og það eru allir þú veist, fara á staði viðskipti og vonast til þess að allir vera ánægðir auðvitað er þannig í þessum business þessu öllu að það kemur einhver óánægð og maður tekur það til sín og maður tekur því persónulega að því persóna mann sér undir í því maður getur verið í business í sko sínu starfi eitthvað svoleiðis þar er maður bara með einhvern hatt og titil en þarna er maður bara og er að eiga alveg fólks og maður lendir í því sko, ég fyrsta skipti í fyrra í miður COVID þá kom kunni og öskraði á mig sko og ég var gjörsamlega búin eftir daginn sko og það var bara, akkur er ég ekki bara kassi í hagkaup sko en hann öskraði á mig að því að mér sko, ég náttúrulega maður læra kannski þegar maður er miðaldra sko, ég get aldrei stjórna því hvernig hann haga sér ég get bara stjórna hvernig bregst því alveg saman við hvað aðstæður eru og en sagt, í því tilfelli þá í miður COVID tók einhverja 4-5 vikur að þinglýsa svo tók aðra 4-5 vikur fyrir bankan að greiða til seljandans og viðkomandi var fluttur inn og semst kaupandinn, hann var ekki samt búin að fá greitt lánið skilur mig, þess að tók bara svo óbúslega langan tíma. Þannig að það átti eftir að gefa út láni sem að borga seljandan. Já, bara sýslumaður átti eftir að stimpla það og það átti að fara í bankan og bankin borga út og það var bara einhver bunki og það bara beigði eftir útgreiðslu og hann var ósáttur þegar ég var ekki bara liggjandi á sýslumannunum og að biðja um að keyra þetta hraðar í gegn en á þeim tíma var sýslumaðurinn að þinglýsa kannski 500.000 skjölum á dag og þar alveg bara safnaðist og þeir voru undirmannað og það hefði minni tíma og allt þetta þannig að þetta safnaðist upp og og auðvitað leið manni rosa illa en ég vissi það á sama tíma það var ekkert sem ég gætt gert og við lendum allir fasteignasali lendi í þessu og ég mitt auðvitað er maður alltaf að reyna að bæta sig og vera betri í því sem maður að gera og svo framvegis og ég var bara svona til gamans að þá hitti ég hef alltaf verið svolítið heillaður af Nova símafyrirtækinu bara hvernig þeir bara einhverju þetta vegna sko geti farið í örugglega ódýrari þjónustu og eitthvað svona en einhvern veginn farið alltaf fram á væntingunum mínum og ég hringdi í sko þjónustustjórann ég sagði bara má ég hitta þig bara mér langar að læra mér langar bara að vita hvernig þið gerir hitt og þetta og spurði hann einmitt út í þetta lendi ekki einhverjum pyrringi
og yfir einhver hlutum sem stjórnaði ekki og hún sagði bara hjálpi mig, það ringir fólkið inn öskrandi á starfsfólki út af því að Íslandsbanka appið opnast ekki skilur mig, eða rafrænar undirritanir þetta er svo fáránlega dæmi mannlega já, akkurat, og rafrænu undirritanir hún virkaði ekki, eitthvað sem þeir gátu ekkert gert við en þetta er allt netinu í símanum að kenna og vaskir í krananum er ekki, það er ekki náttúrulega þrýstingur að því akkurat, skilur og það er nú bara þannig, ef það kemur einhver flögt í viðskiptunum, þá er oft tala eins og sé eitthvað rosa fórnarlambi, það er ekki, en þetta er algjör undantekning frekar reglan að fólk er ónægt og maður er bara sýnið skilning, maður er bara auðmjúkur og bara segir, og ef maður gerir mistök sem maður gerir, maður er mannlegur þá bara viðkennir maður það en ef það er ásaka fyrir maður að maður gæti ekki gert við einhverju eða tala ekki það að vera að biðja um að gera eitthvað, til dæmis að ljúga eða eitthvað slíkt maður tekur ekki þátt í, þá vil maður frekar bara missa þannig viðskipta þannig að það er alveg þessi hlið á þessari vinnu líka en hún er mjög lítil þú veist, fólk er fólk þú veist, og við lendum í fólki sem er bara erfitt og hefur bara valið það að vera erfitt og maður þarf einhvern veginn bara að læra að vinna með því og svoleiðis dagar er maður bara stundum gjörsamlega búinn en sem betur fyrir er þetta mjög fáið dagar sem betur fyrir, en það er engin dagur eins engin, og það er yfirleitt þannig, það er einhver dagur hver einasti dagur sem kemur upp eitthvað svona óvænt það er bara, kemur einhver heimsókn og ég veit ekki hvað ég er búin að eignast marga lífstíða vinni bara í gegnum vinnuna það er magna bara fólk sem ég selt fyrir það er allt hérna búin komin upp bara í matabóði okkur upp í sumarbústað og minnum að það, ég er að fara þriðjudaginn næsta til dæmis til bara mjög gott vinafólk okkar sem við seldum fyrir mörgum árum síðan seldum síðan fyrir aftur hjálpum, voruð minna handar í að kaupa eitthvað sem var aðleikja, við erum bara að fara í kaffi til þeirra bara áðurum fyrir við vinnum á þriðjudagsmorgunin þetta er geggjað og ég meiri sér að fara annað fólk sem við seldum fyrir og hjálpum voruð minna handar við erum bara að fara í kaffi til þeirra á morgun það er að segja ef dóttin er ekki veika og þetta er beautiful Er þetta algengt í þessari stétt heldur? Ég held það. Já, svo líka svo skrítið að segjum svo að það er einhver fasteignasali sem er að selja fyrir þig þá verður alveg rosalega mikil samskipti í mjög stuttan tíma fyrir þekkist ekki neitt eftir nánast ekki neitt en sumir á þessu tímabili það verður bara einhver þá maður bara tengi mismöndu við fólk þú veist og og það er rosalega mikill kostur við þetta starf hvað maður og meiri segja ég er að hitta kannski 23.000 manns á ári út af vinnunum minni og 10 ára sem ég mun að starfa hérna heim á Íslandi 20-30.000 manns og ég veit ekki hvað oft ég lendi því ekstra í kringlunum einhver kinka kolli og ég bara býtunum við að Hafdís kona mín hún bara heyrðu þetta er hann mannst ekki, við seldum fyrir hann í dvergapakka þú veist, 2014 þú veist, þannig að það bara já, mann eftir hann, geðið tvítkur skilur við það þannig að og sérstaklega fólk sem er búin að gera tilboð maður lendir kannski að spjalli við einhvern bara þú veist sonur minn er í fótbolta spilar í Pepsi-deildinni, spilar í Víking og einhver vinur hans úr fótboltanum hringir í mig og einhvern tíðan ég kannski einu sinni hitt hann og hringir til að fá álit eða eitthvað svona sem bara allt í lagi og svo hittum þú götu og það bara ég man ekki eftir hún, skilur þú veist samt þekki hann rosa vel í síma þú veist, þetta er Gunni hérna þú veist, og hann veit alveg hvernig já, blessaður og svo fer ég með Facebook plettanum, já, þetta er hann þú veist, en þetta er bara beauty í vinnuna þannig að ekki algjörlega en aðeins með með það er eina skildurum á fasteignasölum að þeir geta hagsmuna bæði kaupanda og seljanda og þú opnaður augum mín aðeins fyrir því hvernig þú nálgast þetta bara þegar við vorum að tala saman hérna áður við fórum í loftið og við byrjum að taka upp því maður hugsa að það hljóti að vera erfitt fyrir einn mann að gæta hagsmuna beggja og maður sér það er í Bandaríkjunum held ég að það er þannig að seljandi er með sinn fasteignasala og kaupandi er með sinn en þú bendir á og þetta er ekki þannig á Íslandi og það við bara fá heiðarlega skoðun hjá þér hvort þið finnst þetta að vera öðruvísi eitthvað svoleiðis en þú nefndir að þó svo að fasteignasali hann vinnur fyrir seljanda seljandi, það eru greitt sölulaun eru greitt af seljanda
en hagsmunagæsla fasteignasalans fyrir kaupandan hún byrjar á degi 1 í söluferðinu þegar fasteignasalinn fer og þeir seljandar sem fer að skoða og segir þetta og þetta er ekki í lagi og þeir þurfa að upplýsa þetta og þetta Akkurat. Þannig en hvernig fær maður þessi í rauninni að því þannig verið að skipta takmörkuðum gæðum í rauninni sem er húsnæði annars vegar og peningar hins vegar hvernig færðu saman hvernig færðu þessi hagsmunagæsla saman það er mjög krefjandi. Frábær spurning. Takk fyrir það. Mjög löng líka. Þetta er með næstu spurningu. Sko, ég þekki þetta systemi í Bandaríkjunum og fleiri stöðum mjög vel. Ég held að þessi Grikkland sem er líka og það er bara lögbundið. Þóknunin er þetta á kaupanda buyers agent og þetta er á sellers agent. En málið það líka að þetta er kostnaðarsamt. Segjum svo að þú værir að ráða fasteignasala sem kaupandi. Þú voru að kaupa rigg fyrir 50 milljónir. Þú borgar honum, ég veit ekki 1,5-2,5%, þá er það bara 1 milljón sem kaupandi aukalega, svo seljandi líka skilur við en það er samt þannig að ef að þú ert að gera tilboð einhver eign að þá getur að sjálfsögðu hringt í fasteignasal út í bæ sem getur kannast við eða eitthvað og sagt bara, ég er að gera tilboð henni eign þessa eign hérna sem þessi fasteignasal er mætti ég fá smá ráð þér eða álit ég veit ekki neitt fasteignasala sem þið skella á því skilur þú veist bara svona til að fá einhver tips og triks og en hagsmunagæslan hún eins og við nefndum á fyrir spjallið hún byrjar raun og veru í sko þegar eignin er tekin í sölu þegar ég kynnti þín og þá náttúrulega vill ég fá allar upplýsingar þak, lagnir, skólp bara allt saman einmitt fyrir kaupandan ég er að safna þessum upplýsingum til að geta upplýst kaupandan er að vera að ræða að gera eitthvað þú veist, er búið ákveðingur að framkvæmd þú veist, þannig að þetta er allt upplýsingar sem við erum að kalla húsfélagsyfirlýsingu fasteignagjöld, lánastöð og svona, þetta er að kalla allt fyrir kaupandan því seljandan varðar í sjálf sér ekkert þetta þegar hann er búin að selja eigninu sína þetta eru hagsmuni kaupandans akkurat, síðan þegar þú gerir tilboð og ég tala um ekki það eru margir tilboðsgjafar þá eru við að gæta tilboðsgjafana allra jaft ég get ekki verið hyggla aðeila A undir B og svo framvegis og síðan kemur í þessum örfáu tilfellum kemur ágreiningur afhendingu eða eitthvað svoleiðis þá getum við heldur ekki tekið afstöðu með A eða B og það fyrsta sem að flestir fasteignasalar gera er strax búið til fundar þar sem að ágreiningun er ræddur og við sem fasteignasalar allavega hef ég tekið þann pól í hæðina flest má leysa síðan bara sjálfur sér þess að einhverju pyrur út í þennan í síma og lyklaborðinu og svo framins leiðum en hittast þá kemur þetta mannlega fram finnum bara lausn á þessu og líka það kemur eitthvað segjum bara svo að þú kaupir fasteign og það kemur eitthvað tala um faldan og leyndagalla kemur eitthvað upp á og þú segir þetta er ekki lagi og seljandi bara segja þetta er ekki mitt mál jú, sko já og nei, geymum aðeins lögin sko, hendum þau eru lagst í samlifna akkurat spurjum okkur sko, ef að þú hefðir vitað þetta sem seljandi og sagt frá þessu hefður ekki farið og hefður ekki A sagt frá þessu þannig að kaupandi vissi það eða B farið og bætt úr þessu og laga þetta flesti segja jú, að sjálfsögðu saman með kaupandan, hefði kaupandinn hefðan vitað af þessu hefðan A gert tilboð og hefðan gert tilboð på sömu fjár þannig að þetta er líka eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur og oftast úr svona þá segi ég alltaf bara við semynduna það er mín reynsla að það kemur engin út úr þessu 100% óánæður nema hinn sé 100% ánæður stundum þurfum við að gefa afslátt af þrjósku og segja bara reynum að labba hérna út þannig að báðir aðilar verði 90% ánæðir og 10% óánæðir reynum að við séum öll jafn óánæð skilur þannig að þessi 180% ánægja í mixi akkurat, þannig að þegar öll eins eru á botni kvöld þegar búið að leysa þetta svo framvegis að þá eru síðan allir ánæðir og eru að sína skilning en sem betur fyrir eru langflestir sína skilning og reyna að leita að lausna í staðin fyrir eitthvað og vegna þess að það er enginn sem ég þekki sem vil vandamálu við sem eftir heldur að það standi svona viðskiptum að því þú veist þetta er okkur stressandi þetta eru miklu hagsmunir heldur þetta
drægi fram einhverjar kannski vondar hliðar í fólki, svona adversarial, ég veit ekki hvernig maður segir það á íslensku. Já, ég enn og aftur, þá voru alltaf maður að tala um undantekningarnar. Já, að sjálfsögðu. Flest fólk er bara venjulegt fólk og mannlegt og þú veist, og það er stress út af því að það er að vera að fara út fyrir þægindasviðið sitt, fólk veit ekki óöruggt. Sumir, ég hef bara séð karaktersbreytingu á fólki bara leið og að tala um peninga. Já. Og sumt fólk sem ég kynst á ekkert í þessu lífi nema peninga. Skilur við? Og það er alltaf í ágreiningi við nágranna og fjölskyldu og þú veist, allt þetta, alltaf í árustrum við fólk. Og en þetta er hluti af vinnunum hans. En sem betur fer eru flestir, ég get næstu því talað á annarri hendi þar sem að málin hafa bara sjattlast. Ég man eftir einu máli sem endaði fyrir dómstóli. Já. Sem að ég hef komið nálægt. Það er ekki mörg á þetta löngum ferli með þetta margar. Nei, og það var ekki ásökun á mig. Auðvitað var það þannig að í því til. En það var séð svona mörg mál minni, já, bara algjörlega auðvitað var það rosa leiðilegt og ég svona pínlítið kendi lögfræðingunum vegna þess að bæði kaupendur og seljandi fékk sér lögfræðing og fyrsta sem lögfræðing að gera í flestum tilfellum er að tóka fasteignasalan hefur gert rangt og vegna þess að við erum alltaf tryggðir ef við völdum tjóni og í þessu tilfelli var bara leiðið kom fram, sá lögfræðingunum mættir og fyrsta sem var sagt, Palli, nú gerir þú mistök ég sagði bara, ef ég gerir mistök ekkert mál, ég skal bæta úr því, ég tryggður fyrir því en ég hafna því að ég hef gert mistök og hafna því að ég hef falið einhver upplýsingar sem ég átt að segja og farið bara með það fyrir dómstóla og leiðum honum þá ákveða hvernig það er. Já. Þá föttu lögfræðingarnir, augljóslega olli hann ekki tjóni, skilur við. Þannig að en ég sagði samt í því tilfelli og þar sagði ég bara af hverju leystu þeir ekki málið. Þú veist, af hverju náðu þeir ekki saman vegna þess að þetta munaði 600.000 skall. Þú veist, af hverju var ekki hægt að leysa það. Sum mál eru alveg leysanleg. Einmitt á þessum forsendum að það er ekkert að þú lappar aldrei sáttur út úr þessu. Það er engin vinner út úr svona ágreiningsmálu. Þú veist, ef þetta var ekki, þú veist, á 8. eða 9. áratögnum sem þessi ágreiningur 600.000 kall var, þá er málskostnaður bara miklu herri heldur en það. Það að flautinn og 2 lögfræðinga á einn dómstól, það kostar bara heilmikið af pening. Já, ég bara fór lögfræðing til að senda bréf kostar pening. Þú veist, þeir eru ekkert ódærir. Þú veist, en sem betur fyrir mjög margir lögfræðingar sem ég hef líka verið í samskiptum við það. Ég meina það kom mál, bara alltaf einhverju sögustundum minna, en það kom mál, mjög leiðilegt mál, það sem var einstaklingur að selja eign, semst hann seldi ákveðnu dagsetningu og milli sölunar og afhendingar var húsfundur og eðlilega hefði seljandinn að láta kaupandinn vita og búða hann húsfundin til að taka þátt í ákvörðunum umræðu. Hann gerði það ekki af því kaupandinn átti hagsmunina af ákvörðunni en ekki seljandinn. Akkurat, og þetta er akkurat svona típist mál vegna þess að flestir húsfélagsfundir eru í aprílmánuði. Já, þetta er aðalfundur. Það sem að kemur umræða og þú ert ekki búin að fá afhent svo kemur einhver umræðu að laga þakkant og það farið að safna tilbúðan og síðan farið viðkomandi afhent segjum bara 1. september tilbúðan komin í október og það er samþykkt í nóvember og hann hafði aldrei neitt að segja. Skilurðu? Nei, hann tók ekki þátt í því að fundurinn var að náður. Þetta er nákvæmlega það sem gerðist. Það sem er ákveðið eftir afhendingu er bara á ábyrgð kaupanda. Það sem er ákveðið fyrir afhendingu er ábyrgð seljanda. Þú veist, nema menn semju annað. Þannig í þessu tilfelli var umræðan byrjuð en ákvörðun tekin eftir afhendingu. Þetta var fyrsti kaupandi og allt er bara 500 skall. Hann átti hann ekki til. Það er mjög bratt. Og hann bara, heyrðu, seljandi verður að borga þetta. Og þarna boðaði ég á fund og ég sagði bara, við verðum að leysa þetta seljandi sagði bara, nei, þetta er ekki mitt þú náður að prúta mig niður og bla 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 og kaupandi fekk sér lögfræðing. Fyrsta sem, og það sem gerðist líka náttúrulega í þessu tilfelli, það var litlu húsi það var ekkert starfandi húsfélag samt þarf að liggja fyrir yfirlýsing það sé ekkert starfandi húsfélag og lögfræðingurinn byrjaði að sækja fasteignasalann og og ég sagði við hann ég bara miði ekki þetta mjög leitt þau hafa fullan rétt á að vera fúl hins vegar
olli ég ekki tjóninu og ég er sammála því að seljandinn hefði átt að láta hann vita að kaupandar að koma fundur og taka þátt í þessar ákvörðun. Ég er algjörlega sammála. Lögin eru samt mjög skýr. Ef það tekin ákvörðun eftir þá er það kaupandinn sem þarf að bera tjóni. Þetta var bara svona, ég lendi sjálfur í þessu. Ég flytt inn í húsnæði og það allt kom 1.000.000 krónur reikningur, skilurðu, út af einhverju svalaði. Ég vissi ekki af þessu, mér var ekki sagt þetta vegna þess að ég kaupi íbúðuna af verktakinn sem tók hann upp í. Þannig að verktakinn hafði ekki hugmynd þetta sjálfur. Og þetta kom ekki fram í húsfélagsyfirlýsingu af fyrri eiganda. Þannig að við lendum eins og við reynda bara tókum þetta á okkur en á móti kemur þá fengum við bara verðmættur á betri eigin staði. Þú veist, það búið að laga og allt þetta en þetta var þetta erfitt að fá hann en reikning í baki. Þannig að þessi hagsmunagæsla þetta er bara, við verðum að gæta bara algjör hlutleysis, hver sem borgar launin og við allir fastanir hafa lent í því ég er að borga þér eftir ekki að passa upp á mig. Seljandi segir þetta. Já, en ég verð samt að fara eftir lögun. Akkurat. Lögin segja það að ég verð ekki allar hlutleysis. Ekki nema að það halli bara þvílíkt á annan aðilann og hinn er ósangjarn. Þá getur lýst þinni skoðun og þú getur bent fólki og sagt þetta er staðan, þetta er þín réttastaða. Þú getur sagt við kaupanda, þetta er þín réttur. Þú hefur rétt á að, þú veist, annar mál sem kom upp, kannski búin að tala alltaf mikið. Nei, við erum nógan tíma. Já, það kom annar mál upp, mjög leiðilegt mál, að það var sem sagt, kona sem selur íbúð og sem sagt, algengt með svona bílastæði sameign að íbúðin ákveða merkja stæðin. Þetta eru ekki engastæði í flestu tilfellum. Þetta er bara eitthvað sem húsfélagi akkurat, þetta er bara sameign og málun eru hver sem er leggja í þetta staði og viðkomandi flyttur inn og svo einhverju þetta vegna þá var bara plötunni, bara merkingur á staðinu, tekið bara af staðinans og hann náttúrulega ringi beint í mig, bara takk með staðin, skilur, og það var selt með og það er svona passar fasteignarsalega mert bílastæði, ekki fylgir bílastæði. Það er mert bílastæði. Þannig að þetta er eitthvað svona fasteignarsala lingó, akkurat, það er bara mert bílastæði, það fylgir ekki bílastæði, það er bara mertir bílastæði og það veit enginn hvað gerur hvort það tekið af eða ekki. Og það er náttúrulega fyrsta sem gert, þinn réttur er það að ef það rýrir þitt verkgildi og þú telur að vera fyrir tjóni, þá getur ekki kröfu á seljandan. Seljandinn eins og getur sagt já, nei eða samið. Skilur reynd að finna einhverju lausn. Og í þessu tilfelli þá kom bara seljandanum bara hafnaði þetta algjörlega. En þetta hringdi í náttúrulega formann húsfélagsins og ég betur hvað, þú veist, þetta er stæði búið að vera mert þessari íbúð bara frá degi 1. Þá sagði mér það upphæðlega var þannig að það var mert út að það var eldri kona og síðan kemur annar kaupandi og annar kaupandi þetta bara hefur alltaf verið. Svo varð einhver ágreiningur hjá þessu kaupanda við íbúðun í húsinu sem olli því að hússtjórnin fekk bara nóga sig og tók merkingur af, skilur og ég bara, þetta er alveg rétt hjá þér það er svona að segja, þetta er sameign og við eina sem við gáttum gert þess að þetta er bara ágreining sem er milli þín sem kaupanda og húsfélagsins, þetta er ekki því seljandans að gera og meiri sem stendur í lóðalegu samning og það fylgja 2 stæði þó þau sé ekki mert inn á lóðinni. Þannig að en ömulegt mál, skiljiði ef það er ekkert að gera. Það er þetta að rífast út af öllu. Já, algjörlega Við erum skrítin mann eða skrítið spendir þessi mannvera eina dýri sem er svona meðvitið okkur sjálf. Já, akkurat. En hvernig þetta er mjög spennandi starf og mjög áhugavert starf, virðist vera en hvernig þú veist þetta er hark og þetta er markasetning og maður sér, þú veist, það eru ég veit ekki hversu margar myndir ég hef séð af Guðmundi Hallgríms frá Strætóskílum og þú veist, þetta er fasteignasalar svona, bara þekki mann ekki neitt, ég bara veit hver hann er og en fasteignasalar setja sig oft svona í forgrunn á sölu, er þetta bara hluta markasetningu eða hvernig? Ég viðurkenni það til þessi mínu tilfelli þá er ég alltaf með mynda mér í rauninni, reyndar síðasta myndin þetta er hluta ástæðan fyrir það maður er að koma sér framfæri og maður er að nýta sér það plattform en náttúrulega upphæðlega auðvitað líka hugsunin svo og það sé myndamanni og maður er með opið hús og fólk veit það hjálpar óneitanlega það kemur inn í ókunnut hús að þú veist við hvernig þú átt að tala svo kannski 10 manns inni og einn er fasteignarsali og þú veist ekki hver það er
en þú ert allavega búin að tengja kannski það myndina við þann gaur, skilur mig og en ég set síðuna mína inn á auglýsingarnar og ég hef ekki fengið en athugasemdir við það og enginn ekki athugasemdir, þetta er bara svona... Nei, ég veit það sko, þú veist, en auðvitað eru við, ég veit það ekki lögmenn eru ekki jafn bara ekki jafn mikið að þessu þeir bara vilja sína þessi flottum jakkafötum og sko við erum alltaf allir að reyna að koma okkur á framfæri þú veist, það er bara eðlilegt og náttúrulegt og ekkert að því og sko þegar við erum að setja miklu stærri mynd á okkur í auglýsingan til þessi blaðauglýsingan og svo framvegis að auðvitað er það líka til þess gert að þetta auglýsi fasteignasöluna töluvert líka mikið og fasteignasalana sjálfa þegar kemur ykkur heilsíði í auglýsingu ykkur blaði og verður auglýsa eignindar það sjálfsögðu auglýsir þetta og neytandinn að greiða þetta er svona win-win auglýsingar ef ekki orðað þannig og ekkert að því sjálfur sér fólk hefur ekkert almennt sett athugasemdi við það en sko flestir fasteignasalar sko fá sinn business sko ég veit það ekki 8, 9, 10 sko viðskiptum sem ég er að hjálpa fólki með í sölu er eftir að ég vann fyrir einhvern annan þú veist ég fekk ábendingar og meira þess að ég held að ég sé svona ég segi náttúrulega að haft þessi mína sko býta er ég orðin og athyglisjúkur núna sko þegar maður er búin að auglýsa svolítið sko þú veist er ég að ganga langt eða eitthvað svona þú veist maður reyna að vera svona reyna að vera hóvar og en að því að maður er svona alltaf að reyna að koma svona fram sem allir aðrir og og það er bara eðlilegt og bara hluti af öllum business en auðvitað er líka sko fólk þegar þú ert að selja þá ertu kannski ekki alveg að setja sölu hjá Rímax eða Mikluborg eða eignamiðlun eða fasteignasölu Mosbæjar þú ert svolítið að setja sölu hjá Svanþóri í fasteignasölu Mosbæjar eða Pál Pálsson eða Hlín og Hraunhamir þetta er persónuleg þjónusta þú ert að tengja við einhvern þú ert ekki að vesla í krónunni akkurat þú ert að vesla við einhverja persónu og þú velur held í flestir velja bara þann sem þú treystir best þannig þú veist þannig að þú ert svolítið þú ert að markasetja þig mjög mikið bara í gegnum þinn kunnahóp og þeir vísa síðan á þig og síðan bara stakkar það með tíð og tíma ég man ekki eftir því ég sett einhverju auglýsingum ég vantar þetta og það er einhver hringt og ég hef bara ég vil tala við því að ekki nema bara sko að menn kannski auglýsa aftur sko og líka markasetningin í þessu er líka þannig sko þetta er eins og ég myndi spyrja það núna þú veist hversu miklu líkur því að það er að kaupa þig bíl í næstu viku engar en hversu miklu líkur það að kaupa bíl á næstu 12 mánuði meiri akkurat þetta er sama með fasteign þú veist hversu miklu líkur þú þurfir fasteignasala á næstu viku eða eftir 1 ár þannig að þú þarft svolítið alltaf að vera bara svolítið að minna á því þetta er ekki bara einhver svona herferð þar sem þú ert að selja snakk og kók á laugardagskvöldi að því að það er góð mynd í sjónvarpi þetta er góða punktur að því maður alltaf að kynna sjálfum sér betur og greina sig og ég einhvern tíma var haldinn þeirri fyrru að auglýsingar hefði ekki áhrif á mig ég bara tímum ég held að það er engin þannig en maður hugsar þú veist þegar maður hlustar á bara á útvarp þegar maður er að vakna á mótnana eitthvað svo það er fullt af auglýsingum sem eru bara svona noise þú hunsar þetta þú pælir ekki þessu og en svo ertu að gera eitthvað þú ert að standa í framkvæmdum með eitthvað svo leiðis og þá heyrir allt í einu auglýsinguna sem passar inn í það þetta er kannski ekkit ósvipað með það þú veist ég þarf ekkit hellur eða gólfefni eitthvað svo leiðis og svo bara allt í einu heyri heyrðu einhver hellubúð hún er til ég ætla kannski að skoða þar þannig að þetta ég hef sjálfur verið svolítið svona í þessu, eins og ég kalla þetta svona educational marketing og ég tekið eftir því, mér finnst það geggjað það ekki, það var myndband sem bara fór í ganga á Facebook hjá mér þar sem þú varst að tala við sko, ég segi sögun af gömlu hjónunum sem var sagt að sko selja alls ekki akkurat og mér finnst það bara sem byggum upp á 4. hæð akkurat þetta náði mér gaman að heyra og sko það var svona bara að því að sko ég trú líka svolítið á storytelling og allt þetta sko að sko en nú er ég samt farin að finna það að það eru aðri fasteignasalar þetta er líka allt aftur ég ætla ekki að reyna að vera hrókafulli sko ég finn það alveg að það eru fasteignasalar úti sem farin að gera það sama þú veist, þeir eru líka farin að segja hvað markanum er hækkað
og svo náttúrulega greiningadeildir bankana og þú veist, það allir einhvern veginn núna farnir að, sem sagt, ég byrjaði á þessu fyrir, ég veit það ekki 10 ára síðan eða eitthvað og núna eru margir farnir að bara segja það sama, ég er ráð fyrir kaupanda, ráð fyrir seljanda og hann er að hækka svona og bla 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 og gefa einhverju info til að búa til traust og nú þarf ég að fara að hugsa mitt marketing svolítið öðruvísi, þú veist, hvernig þú veist, og það eru allir fasteignasalar sem gera það, þú veist og svo er bara mismunandi, þú veist, eins og þú veist, venni fasteignasalur Remax ég kalla hann ofta upp á alls samkynnisaðala minn, sko, að þeim finnst það svo fyndin, sko, að hann er með allt öðru sér teik, allt öðru sér aðferði til þess að nálgast sína kúnur sín marka heldur nátt síðan ég þannig að hann byggir mikið á húmór og svona stemningu og svo framvegis og nær frábærum árangur því, topp eintaka manni skilur við og og við alltaf gengið vel að vinna með honum og aldrei unnið saman en svo verða oft tengsl, hann ringir í hvernig er þessi eign og ég er með kúnan sem er áhuga og þá stundu verða oft svona samtal og þú veist þannig að, en hann er kannski líka á það kannski samanleitt með mér, við höfum ákveðna sérstöðu fólk tengir okkur við eitthvað ákveð þannig að og þetta er bara og personal branding sem er náttúrulega bara þú veist, þetta er bara að fara að aukast fólk er að fara að marka sér meira sjálft sig heldur en sko brandi sem það vinnur hjá og ég mitt ekki bara í þessum geirum heldur líka það er einmitt svona í þessum straumkvörfum sem er að verða í samfélaginu bara fólk er hvað til að passa sig á því að marka sér þessi ekki bara sem vinnur við þetta og þetta hjá þess og þessu fyrirtæki og það er bara mín persóna heldur þú þarft að svona passa upp á að viðhalda sjálfu þér Akkurat, ég hef mótt sagt sko eins og akkurat pointi sem þú varst með núna með sko þetta noise þú veist, markasetnið þitt og það sem þú gera má ekki vera ómikið noise það má ekki bara vera einn þú veist, ég var að hugsa bara, þú veist, nú eru kosningar framöndan þetta er sko allir frambjóðunir að posta núna alveg svo brjálæðingar það er eina tíðabili sem að fá meiri post frá öðrum en fasteignasölu það er allir einhverju vina fasteignar á Facebook og eitthvað skilunum við alltaf posta ég vantar eignir og þessi er eitthvað sölu og það, þú veist, fólk er löngu búið að sko hætta að sjá þetta skilur við, allavega held ég mér sem ég sem fylgist vel með markan ég er farin bara að skróla fram hjá þessu og ég har mjög mikið af fasteignavinum á Facebook og ég er hættur að sjá þetta hvað þá leikmaður þetta í bæ þannig að en núna þennan mánuð þá verða pólitíkus sem meira ábyrgð en fasteignasalar en það er ekki einu mánuðin sem það er þannig en maður þarf að einmitt að hugsa öðruvísi þetta verður ekki bara hluta af einhvern veginn svona mengin akkurat en þegar maður svona þú veist þegar maður er að velja fasteignasala það er borga fyrir þessa þjónustu og er frekar dýr þjónustu ámærin að semja með það, hvernig er það? Að sjálfsögðu, bara eins og allar aðra þjónustur þú veist, það er bara, sko þú semur sko verð og gæði þú veist, það eru þú veist, það eru algengar verðskrár á fasteignasölum í dag eru bilin 2-3% svo semjum en yfirleitt frá því og reyna að finna einhverja sanngjarna og en lág söluþóknun þýðir ekki endilega alltaf að þú fær meir út úr viðskiptuna skilur þau þannig að þú getur ráðir fasteignasala sem hefur ákveðin element eða hefur einhverju tricks eða vinnur einhvern veginn öðruvísi og sem fær fleira borði og sumir sem ráða fasteignasala til þess bara í Bandaríkjunum það er þetta bara ráða samningamann skilur þú veist bara þú vilt ekki fasteignasala sem segir bara já við hvaða tilbúð sem er og svo framvegis þannig að það er en að sjálfsögðu og það er ekkert óeðlilegt og maður segir stundum bara gerðu samanburð en flestir sko nú til dæmis hefur aðilar og það búið koma ofta marka en svona aðilar sem búið fasta lága þóknun þú veist, prókur til þess að bjóða núna eitthvað ákveðið og svona einhver löffræðingur sem er að bjóða eitthvað bara fast 1% og svo framvegis fyrir flesta er þetta ekki aðalmálið jújú, auðvitað skiptir það máli hvort þú sért að bjóða 2, 1,5 eða 3% skilurðu, þá ertu alveg fann að hugsa það er ekki að hlaupa á miljónum þá ertu bóð, þarna er bara mín munur en þú vilt fyrst og fremst ráða þú veist, gæði þú veist, þú vilt vera örugur þú vilt treysta manneskunni og þú vilt treysta að hún sé alltaf að segja satt og svo framvegis og og stundum, ég meina stundum eru eignir erfiðar í sölu kannski eignir sem að koma í sölu sem að þú veist ekki út af hverju ég er með eina núna sem er bara geggjuð eign, mjög sanngjarnu verði, frábært tækifæri
einhverjum ástæðum ekki komið tilbúð og við vitum ekki hvað það og seljendurinn er stressaður, hann er búin að kaupa annað og svo framvegis og maður bara veit ekki og ég hef ráðlagt mannesku bara prófað að tala á annan fasteignasala, bara prófað bara skipta gír, skilur og bara no hard feelings, við erum vinir og bara allt saman, skilur þú veist mjög heiðarleg ráðgjöf að sjálfsögðu, þú veist á það að vera þannig og maður á alltaf að ráðleggja það sem er þér fyrir best þú veist, ég veit ekki hversu oft og aftur að tala sjálf um mig tökum þetta hérna að það er oft á tíðin sem ég lapp inn í íbúð og það er lendið fyrir nokkrum ára síðan að það var íbúð sölu var ekki gangur nógu vel hún leitaði til mín og við fórum á staðinn, ég og kona mín og fórum að skoðum og hugsaðum og byrjuðu út okkur að selja og sagði okkur vantar 1 svefnherbyggi og við hugsaðum með okkur ok, ég veit ekki alveg hvað að gera þannig að ég bara, leið mér að tala við þig bara leið mér að vera í sambandi ég sendi tölvupóst daginn eftir og sagði getur þú hitt mig í vikunni, ég bara með smá pælingar og svo hún var búin að skilja maðurinnar fyrirvændi bjóð í næstu götu og með stráka skóla á móti þannig að meikar ekkert sens fyrir hann að flytja og langt í burtu en þess að hún var að hugsa bara ég ætla að flytja bara í Grafarholt og strákinn voru ekki alveg sáttir þú veist að viðkomum aldir og svo framvegis þannig ég sagði við hann ok, það kostar svona mikið að selja kostar svona mikið að kaupa og kostar svona mikið að flytja okkur færur ekki bara eldhúsið fyrir þennan peninginu stofu og býr til herbyggi fyrir eldhúsinu það kostar því jafn mikið og ég veit ekki hvað hún hefur vísað mörgum viðskiptunum þú veist, og við erum vinnur á Facebook og þú veist, og bara þannig bara reðstunni heilt sem var ekki í þínum skamtíma þannig voru bara hagsmunir hennar þannig að það borgaði þess ekki fyrir hana að selja þú veist, bara út af hverju þú veist, við var bara síðast svona samtali bara í vikunni og ég bara labbaði henni þú veist, kona sem er dett á eftirlaun og ég bara hugsaði með mig bara þú veist, hvað vantaði þú veist, já, ég var til að hafa þetta svona ok, þú ert að fara að skuldsetja þig fyrir 10-15 miljónum meira það þýr auka 600 skall ári í afborganir pluss og ég ætla ekki bara að nota hana peningi að ferðast og leika þér og ég er ekki með plásur í börnin þú veist, þeir eru bjóðið í partíurna já, nú er bara komið tími þegar þú fer til barnana og tekur sunnudagslönsi þar svo bara einu sinni mánuði býðum við bara í súpu út og borða á sunnudegi eða eitthvað það er miklu ódýrar fyrir þið heldur en að og hún bara tók utan um mig og bara gaman að hitta þig, skilur við og en fyrir mann þá bara vera náttúrulegt veist, þetta er kannski öðruvísi ef að þú á 3 herbergja íbúð og 2 krakkar leiðin í tvíburar eða eitthvað og veist, það er bara raunveruleg þörf að þá bara ekki spurning, selja, færum þú veist, breytum þú veist. Þannig að ég allavega trúi því að vinna svona ráðleiki bara fólki þar sem fólki fyrir bestu að þá færir maður það tilbaka þó það sé ekki business fyrir maður núna þá skilar það alltaf setna mér þannig að það er svona mitt svona teika á þetta að lokum, ef þú mættir breyta einhverju í núverandi umhverfi í laga umhverfi eða sveitafélögum eða í lánastruktúr eða félagslega stuðningi eða hvað myndirðu ef þú bara fengi mandat hérna þetta þessu máttu breyta og það má vera flókið, það þarf ekki að vera eitthvað einfalt stutt og snapp í svarið Nei, sko fyrsta sem ég datt í hug var bara að þessi búið til eitthvað svona framtíðar plan, sveitafélögin saman sé bara eitthvað eitt apparat HMS til dæmis með svona raunhafa áætlun sem kemur í veg fyrir það að það, ég veit að það er kannski ekki auðvelt en það hlýtur að vera til, það hlýtur að vera hægt að þannig að myndist aldrei offramboð eða skortur á húsnæði það sé svona balans svona jafnvægi, það sé ekki svona ofboðslega sveiflur í þessu ekki bara á framboð eftirspurn líka á lánahliðinni það sé svolítið svona eins og hérna á sínum tíma þegar allir voru með verðtryggð lán og verðbólgan var bara einhvern veginn og þess núna náttúrulega með óverðtryggð lánum og þau séu raunverulegu kostur og ódýr lán að það sé svolítið svona fyrirsjáanlegt og það sé svolítið öryggi einhvern veginn í því ef ég mætti ráða þessu þá myndi ég breyta þessu á morgun það sé bara búið til plan þar sem þetta myndi ekki gerast aftur það sem verður of eða skortur á fasteignum þannig að, og það er það er alveg til leiðir til þess að gera þetta þannig að og auðvitað koma einhverju kreppur og einhverju mótlæti hér og þar og það verður
endurstokkanir reglulega og svo framvegis, en það er ekkert alltaf að gera plön bara miða við að það sé alltaf að vera að gerast, það þarf að miða við eitthvað ákveðin stöðurleika. Meiri fyrirsjáanleiki. Nákvæmlega, meiri fyrirsjáanleiki. En hvað er þér? Er þetta ekki sammálaðið? Ég er bara mjög til í þetta. Skilur þetta væri öllum til bóta, hvort það eru fyrstu kaupendur eða fólk sem er að minnka við sig eða bara hver sem vil, þetta væri mjög jákvæmt, mjög þarft. Ég tók í desember, það bara eftir ég var með eitt opið hús og fyrst 40 ungir krakkar en að kaupa sömu eignina, eitt keypti, 39 fengu ekki og ég bara hugsaði með mig bara, þú veist, ég ætla bara að taka hérna miðaldus, hérna nöldur á hérna sveitastjórun hérna höfbruksson, sendum öllum tölvupóst bara, hei, þú veist, það eru 39 sem fengu ekki þú veist, af hverju er ekki eitthvað svona plan bleika, bla 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 þú veist, og hérna fekk svar frá 2 eða 3, aðri svöruðu mér ekki og hérna en þetta er bara ekki gott, einu sem þetta er gott fyrir kannski er eldra fólkið sem er að minnka tölvöld vissi og ná sér í pening kannski til að lifa meira. Það er svona kannski einu hópur sem hagnast á mjög hækkað. Já, ekki nema að setja að flytja erlendis. Já, þá samt segjum að fólk að flytja erlendis, bara farðu út, legðu bara út á Ísland, geymdu eignu hérna. Eða fólk eins og einhver bentur mér á fólk sem er að flytja í ódýrari búsettusvæði. Fara úr miðborg Reykjavíkur yfir í hérna, þú veist, útkverfið ef það hefur hækkað þá er það. Þá er það kannski búið til leigufé, en þá er það kannski fara kannski úr fjárherbygg íbúð sem kostar 60 milljónir eða segjum bara 70-80 milljónir inn í miðborg Reykjavíkur eða kannski að kaupa sér einbýlishús fyrir 90-100 milljónir. Það er samt að vegna þess að eins og vorum að tala um áðan þessi skuldaaukning, þú veist 130 milljarðar sem er 50% meira rúmlega heldur en að vara á sama tíma fyrir hækkanir eru fjármagnar að mestu leyti með lán þetta er ekki bara eigifé sem er að, fólk er búið að búist eigifé eignir sem er að koma úr og svo framvegis en það þarf lítið út að bera fólk bara þessi hækkun núna síðustu seðlabanka hækkun að hún er kannski að valda því að þetta er kannski 50-60 skall ári hljóma kannski ekki mikið sem afborgun er að hækka af 30 milljónir króna láni. Já. Skilur þau, að 50 milljónir króna láni þá er þetta þá 100 áskall pluss. Markveldi hérna bara. Já. Þannig að hérna og það er engin greiningadeild sem af þessum í bönkunum sem er að spá lækkun vaxta. Nei. Þeir eru allir að spá að vextir munu eitthvað hækka þannig að, og líka þú út af því að húsnæðisverðið er inn í neysluvísitölunni, hún er alltaf beint til verðbólgu og Ásgeir hún að berjast því að reyna að koma verðbólgunni niður en að því að fastinu er alltaf rjúkuð upp og það er ekkert framboð þá kom Ásgeir og hérna var að segja bara sveitarfélaginu Reykjavíkurborg þá kom náttúrulega hvað heitir hún Kristrún þá kom hún og sagði bara nei, þetta er út af þessu en hann sagði bara nei, þetta er út af frambúðinu skilur þið, hann væri ekki að hækka svona mikið ef það væri ekki svona mikið en það lítið frambúð þannig að vegna þess að hann náttúrulega er að reyna að verja verðbólguna og húsnæðsliðin er vissulega að tryggjara það að hún er sé 4,3-4,6% við þurfum að sjá hann í 2 ár. Já, það er margt í þessu kannski bara að koma 3 svar hérna þetta er bara ég líka bara hrós á þig og ykkur takk fyrir það. Ég held ég hafi ekki mistað þætti mér finnst Aðalsteinn alveg frábær og mér finnst Andris líka mjög skemmtilegur báðir mjög virkilega góðir báðir mjög góðir og ég sendi þeim báðum hrós fyrir gott podcast og Andris svaraði mér ekki ef þú heyrir þetta núna ég held að en bara mæli með þetta alla þetta er mjög fróðlegt að hlusta á þetta og þú pikkar alltaf einn punkt úr hverju podcasti sem þú ert með þannig að hrósa þig og ykkur. Takk fyrir það og takk kærlega fyrir komuna Páll, þetta búið að vera fróðlegt og skemmtilegt og svo ég segi, aldrei veit hann að það verður bara þriðja raun einhver tíma í framtíðinni hvena sem er og ef þú kæri hlustandi hafðir ánægju eða gagnað þessu spjalli þá máttu endilega benda vinnuðinum og fjölskyldu á að hlusta á leitina penningurum og ef þú lumar á áhugaverðir í sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda þá máttu endilega hafa samband á Facebook síðan í leitina penningurum. Takk fyrir að hlusta.